Komið sæl, heyrið í mig svona, maður getur staðið svona, heyrist alveg vel. Já, verið velkomin að þetta málþing, nýsköpun og tækifæri í söguferðaþjónustu á Íslandi. Og þetta eru samtök söguferðaþjónustu sem standa að þessu málþingi í samstarfi Íslandsstofu og félag safna og safnamanna. Og bara gaman að sjá okkur þetta mörg, maður var kannski ekki alveg viss hvernig mætingin þið svona út af viðvörunum vatnselgi og svo framvegis. Ég ætla kannski að byrja líka að skila kveðju frá honum Rögnvaldi sem formaður samtakanna. Hann fjarri góðu gamli í dag, hann nefnilega skrapp til Gautaborgar og kíkja á leikinn. Það var of mikið freisting, þannig að við bara stöndum vaktina fyrir hann í dag í staðinn, allt í lagi með það. Þið kannski byrja ykkur líka að slökkva símum með sem þið setja á silent, það var gætt regla. Og þá langar mig bara að bjóða fyrst hann hingað Ingva Má Pálsson, skrifstofustjóra í menningar- og viðskiptaráðuneytinu. Velkomin. Takk fyrir, góðan daginn. Ég ætla að vera með bara stutt ávarp, ég ekki með hennar glærur, en og byrja að skila kæri til ykkar frá ráðherranum sem núna á ríkisstjórnarfundi. Ég myndi ræða nokkur mál sem ég kem inn á í mínu ávarpi. En góða gestir, það mér heiður ánægja að ávarpa þetta málþing nýsköpun og tækifæri í söguferðaþjónustu á Íslandi. Mikilvægi menningar og sögu fyrir ferðaþjónustu óumdeilt. Og núna í fyrsta sinn í sögu stjórnarráðsins þá menning og ferðaþjónusta vistu saman innan sama ráðuneytis ásamt viðskiptum og fjölmiðlum. Hægt að fullyrða að sú ráðstöfun endurspegli með skýrum hætti áhuga stjórnvalda á því að efla sögu og menningartengda ferðaþjónustu og byggja brýr á milli þessara málaflokka. Það eru engin nýmæli að menning og ferðaþjónusta séu náskyld og samspil þessara mikilvægu málaflokka sjáum við víða, ekki bara í dag heldur einnig fyrr á öldum. Sem dæmi má nefna ein af ástæðum þess að Þjóðminjasafn Íslands var stofnað í febrúar 1863 var vaxandi áhugi erlendra ferðamanna á þeim tíma í að skoða og komast yfir íslenskar fornminjar og safngrippi. Hugtakið ferðamaður á ensku tourist vísar til þess sem fer að heiman viðar að sér nýrri þekkingu, sögu, upplifun og menningu og snýr svo aftur heim og deilir reynslu sinni. Það sé fyrir hring, túr. Þannig má segja að ferðaþjónusta og menning séu sitt hvor hliðin á sama peningnum. Í skýrslu starfshóps á vegum samgönguráðuneytis frá árinu 2001 fjallað menningartengda ferðaþjónustu. Skýrslan 70 blaðsíður og fróðleg lesning núna rúmum 20 árum síðar. Þar meðal annars sett fram sú framtíðarsýn að íslensk ferðaþjónusta verði í framtíðinni byggð upp á tveimur meginstoðum, íslenskri náttúru og íslenskri menningu og samverkun þessara þáttar. Margt til í þessari sýn og segja má ýmislegt hafi gengið eftir í þessu. Þó að náttúruperlur leiki almennt stærsta hlutverkið sem aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn, sýna kannanir að saga og menning fara sífellt vaxandi sem ástæða komu ferðamanna til Íslands. Samkvæmt nýlegri landamarkkönnun Ferðamálastofu þá nefna rúmlega 50% ferðamanna að saga og menning sé ástæður fyrir heimsókn sinni. Nú það þannig að hugtakið menning nær vissulega mjög breitt svið. Til dæmis má nefna kvikmyndir og tónlist, en margir ferðamenn nefna það einmitt sem eina ástæðan fyrir því að þeir koma til Íslands. Og við sjáum það með mælulegum hætti að stuðningur stjórnvalda við kvikmyndagerð og tónlist og líka markaðssetning Íslandsstofu á þessu sviði hefur haft verulega jákvæð áhrif á ferðaþjónustu, á efnahagslífið og líka bara á menningarlífið í landinu. En þrátt fyrir ýmislegt jákvætt hafi gerst á þessu sviði undanfarin ár, þá eru mörg tækifæri en vannýtt á sviði menningar og söguferðaþjónustu. Menningararfurinn okkar, hann sannarlega ríkulegur og við teljum að það sé hægt að gera betur í því að nýta hann til að efla ferðaþjónustu og leið dreifðar byggðir landsins. Nýsköpun spilar einnig hér stórt hlutverk eins og í titli þessa málþings. Þar liggur einmitt vaxtarbroturinn. Eftir erfitt tímabil á tíma heimsfaraldurs hefur ferðaþjónustan náð opnum sínum á nýjan leik. Nýjustu spár benda til þess að komum erlendra ferðamanna muni halda áfram að fjölga
2,3 milljónum ferðamanna í ár og á næsta ári verður líklega slegið met þegar gert ráð fyrir 2,8 milljónum ferðamanna. Allt bendir því til þess að ferðaþjónustan verði áfram lykilstoð í efnahagslífi landsins. En þrátt fyrir jákvæðar horfur þá eru blikur á lofti. Stríð í Evrópu, verðbólga, hækkandi orku og olíuverð og yfirvofandi efnahagslægð gætu mögulega haft áhrif á eftirspurn frá okkar helstu mörkuðum. Niðurstöður könnunar ferðamálastofu meðal fyrirtækja í ferðaþjónustu benda til að greinin standi frammi fyrir margvíslegum áskorunum, svo sem jöfnun árstíðasveiflu, innviðatengdum áskorunum og mönnunarvanda. Það er því mikilvægt að ferðaþjónustan í heild sinni, fyrirtæki, stjórnvöld og sveitarfélög sýni seiglu og fyrirhyggju við að búa ferðaþjónustunni þau skilyrði að hún geti dafnað á sjálfbæran hátt. Og við þurfum að halda áfram að treysta stoðirnar og vernda og þróa aðdráttaraflið okkar sem er bæði náttúran og menningi. Stuðningskerfi stjórnvalda á borð við framkvæmdastjórn ferðamannastaða og landsáætlun uppbyggingu innviða hefur varið 1,5 milljarði króna á ári undanfarin ár í uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum, meðal annars á fjölmörgum minjastöðum landið. Þessi stuðningur hefur gert það að verkum að helstu ferðamannastaðirnir eru margir hverjir vel í stakk búnir að taka á móti fjölda gesta á nýjan leik, auk þess sem að nýjir seglar er að verða til. Það er ánægjulegt að greina frá því hér í dag að þessa mundir er verið að skipa starfshóp endurskoðun framkvæmdasjóðs ferðamannastaða með það sérstaklega fyrir augum að sjóðnum verið gert kleift að styrkja verkefni á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu sem hefur ekki verið fram til þessa. Einnig hefur Varða ný heildstæð nálgun áfangastaðastjórnunar litið dagsins ljós. Vörður eru merkistaðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands- og eða heimsvísu. Megin aðdráttarafl þeirra eru náttúrufyrirbæri og eða menningarsögulegar minjar sem mynda sérstætt landslag eða landslagsheildir. Varða felur í sig viðurkenningu og staðfestingu á framúrskarandi áfangastaðastjórnun, er að ræða þróunarverkefni og fyrsta varðan, Þingvallaþjóðgarður, var kynnt á síðasta ári. En markmiðið er að með tímanum verði vörður í hverjum landshluta. Nálgunin tekur aukið tillit til upplifunargildis, varðveislu staðaranda og áherslu meðal annars lögð á menningarmiðlun og stafræna þróun. Uppbygging menningartengdra innviða, rannsóknir og aukin áhersla á vandaðan miðlun menningararfs í ferðaþjónustu felur í sér tækifæri til þess að létta álagi af náttúrustöðum og að dreifa ferðamönnum betur landið og líka árið. Hún felur einnig í sér tækifæri til þess að sækja fjölbreyttari markhópa og áhugahópa til dæmis sögutengd þemu, bókmenntir, listir og handverk. Það getur oft verið áskorun að koma hinum oft óáþreifanlega menningararfi okkar á framfæri. Það reynir á hugvit og nýsköpun. Sem dæmi má nefna vel heppnaða útfærslu í því samhengi sem er sögusetrið 1238 á Sauðárkróki, þar sem hægt er að upplifa Sturlungaöld í sýndarveruleika. Búðarstígur á Þingvöllum sem opnaði síðasta sumar er annað dæmi. Þar er fljótandi göngustígur sem liggur í gegnum eitt helsta fornleifasvæðið, þar sem bróðurparturinn af búðum þeirra sem sóttu Alþingi til forna stóðu. Þar lifnar sagan við með sýndarveruleika sem veitir margmilljónar upplifun í gegnum snjallsíma. Annað metnaðarfullt verkefni á svipuðu tagi er margmilljóna sýningin á Skriðuklaustri, sem hægt er að flakka á milli herbergja í klaustrinu með aðstoð sýndarveruleika. Og fleiri dæmi mættu vissulega hér nefna. En framundan eru mörg spennandi verkefni á sviði sögutengdrar ferðaþjónustu. Þar ber kannski hæst Hús Íslenskunnar sem mun loks rísa við sögu. Með tilkomu þess verður bylting aðstöðu okkar til þess að varðveita, rannsaka og miðla menningararfi þjóðarinnar. Hús Íslenskunnar mun án efa hafa verulega jákvæð áhrif á þróun, sögu og menningartengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Sem dæmi afleidd áhrif af húsinu fyrir ferðaþjónustu á landsvísu má nefna að þegar ferðamenn kynnast þeim gersemum sem húsið hefur að geyma, þá kvikni ef til vill hjá þeim áhugi til að skoða sögusvið handritina í eigin persónu. Annað dæmi sem hér má nefna er íslenski torfbærinn.
Til skoðunar að íslenskar torfbyggingar ásamt tengdu búsetulandslagi verði næsta tilnefning Íslands til heimsminjaskrár Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. Þessar torfbyggingar, sem flestar eru í eigu Þjóðminjasafnsins, eru dreifðar víða um land og munu klárlega draga til sín gesti ef af skráningu á heimsminjaskrá verður. Í þessu samhengi má einnig hér nefna Súðbyrðingin sem var samnorræn tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO sem samþykkt var í fyrra sem óáþreifanlegur menningararfur. Það því að nægu af taka. Kæru gestir, að lokum þá vil ég bara koma því á framfæri á vegum ráðuneytis menningar, viðskipta og ferðaþjónustu þá sem stendur unnið að ferðamálastefnu til 2030 og aðgerðaráætlun í ferðamálum. Og ráðherra einmitt í þessum tölum orðum að fara við minnisblaðum þetta í ríkisstjórn. Þessi vinna byggir á svokölluðum stefnuramma framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu sem var unnin árið 2019. Og undanfarnar vikur og mánuði höfum við í ráðuneytinu verið að uppfæra þennan stefnuramma og svona yfirfæra hann yfir í drög á ferðamálastefnu. Og það semst fyrirhugað að leggja fyrir Alþingi á þessu ári tillögu til þingsályktunar ferðamálastefnu og aðgerðaráætlun í ferðamálum. Og við vinnum við þessa stefnu og aðgerðaráætlun þá verður haft opið og gott samráð við ferðaþjónustuna og aðra haghafa. Og ég vil kannski nefna það í þessu stefnuramma þá meðal annars hugtakið menning það kemur fyrir, það tilgreint í samhengi við upplifun ferðamanna. Og því sjáum við fyrir okkur að í þessari aðgerðaráætlun verði sérstök aðgerð menningartengda ferðaþjónustu. Það verður nánar greint fyrir þessari vinnu á næstu dögum og vikum og við hlökkum til nánara samstarfs og samráðs við ykkur mótun slíkrar aðgerðar í þessari þingsályktun. Ég vil að lokum þakka samtökum söguferðaþjónustu, Íslandsstofu og félagi safna og safnamanna fyrir að búa til þessa málþings og setja málefni söguferðaþjónustu á dagskrá. Tækifærin eru sannarlega til staðar og við í ráðuneytinu erum reiðubúin að grípa þau og vinna þeim með ykkur. Takk fyrir. Já, þakka kærlega fyrir Ingvi Már. Ég glemdi nú reyndar að kynna mig hérna áðan. Ég heiti Guðrún Helga Stefánsdóttir, ég er kynningarstjóri á Borgarsögusafni og er í stjórn samtakanna. Já, næst ætlum við að bjóða Ísak Kára Kárason, fagstjóra vefmála hjá Íslandsstofu, velkominn. Hann ætlar að fjalla stafræna markaðssetningu menningarferðaþjónustu. Velkominn. Sjáum við hvað gerist. Þetta búið að vera spennandi. Að sjá hérna. Hvernig var mann að tækna mann? Var hann á leiðinni eða? Já, gerða. Annars bara held ég bara áfram. Já, það voru svolítið erfið valmöguleikar sem þetta svona næstu virka og þetta fraus alltaf þessar tölvu, þannig að ég vissi ekki alveg hvað er þetta að láta reyna á. En bara, og eins og þið kannski sjáið þá er þetta allt mjög bjöguð mynd. Það vantar bara mikið af því sem að
sína. Sjá. Og þetta. Nei. Ha? Já, ég held endum bara á því. Já, við byrjum bara svo, það ekkert mál. Ég man þess að punkta líka bara sirka. Þetta, já, þetta kemur svona til ykkur. Að sjá. Þetta náttúrulega alveg glæsilegt, sko. Gott að fá undir sig þessu, sko. Hvað segir þið? Já, þetta er eitthvað. Fresta þess einu sinni. Nei. Herðu, ég hef þetta þá bara. Akkurat, þetta er mjög skemmtilegt. Ég var eitthvað vonast til að ég myndi Ég held við erum að vinna bara með þetta. Afsakið það, við erum að gera þetta besta sem við getum bara. En ég sest Ísakóri og fagstjóri vegmála hjá Íslandsstofu. Bara takk fyrir að bjóða mér á þetta spennandi málþing. Ég er með B.gráð í sagnfræði mitt og enga gráður reyndar í markaðsfræði, en það er alltaf gaman að tunnast tvo heima saman. Þetta er að mínum mati mjög góð gráða fyrir markaðssetningu, myndi ég segja. Aðeins bara hlutverk Íslandsstofu gagnvart ferðaþjónustunni. Við höfum Íslandsstofu fer náttúrulega fram mikið kynningarstarf og sem kemur víða og Íslandsstofa vinnur samkvæmt stefnu sem að stjórnvöld leggja og þetta hefur mikið til verið að stuðla ábyrgri ferðahegðun og fá ferðamenn til að ferðast um allt landið og auka heilsárs ferðaþjónustu. En ég ætla að innbyrna mest á neytendamarkaðssetninguna og vefið á samfélagsmiðlana. Sérhæfð ferðaþjónusta, þetta náttúrulega kemur allt svona öðruvísi. Þetta er eitthvað sem að myndaðist þegar Íslandsstofa fór í útflutningsstefnu vinnuna árið 2019 og þá komið fram mikill vilji hjá ferðaþjónustu sjálfu að einblína meira á sérhæfða ferðaþjónustu því að náttúrulega myndast mjög fagleg ferðaþjónusta hér undanfarin ár og náttúran verið svona helsta aðdráttarafli en með allir þeirri spennandi þjónustu sem er í boði þá var kjörið tækifæri að einbæra meira á þetta og eins og sjáðu þá þarna menningarferðaþjónusta en síðan líka ævintýraferðaþjónusta, vellíðunarferðaþjónusta, matarferðaþjónusta og kvikmyndaferðaþjónusta. Söguferðaþjónusta fellur náttúrulega undir menningarferðaþjónustuna. Og margt af því sem við erum að setja í loftið á samfélagsmiðlum og vefhögsólis myndi einhvern veginn falla undir einhvern af þessum flokkum en þetta er ekki mjög niðurnörðu einhverja hólf, þetta bara flæðir allt mjög mikið saman, einhvern sem menningarferðaþjónusta við erum getur öll að flækja annað flokk og svo framvegis. Aðeins menningarsöfn, þetta kemur líka á sömu könnun og Ingvar við myndist á áðan. Sigardök benti bara á þetta og bara mjög flottar tölur að 53,2% segjast íslenska menningu að kveikja á ferð til landsins, safna fyrir þriðja vinsælasta afþreying ferðamanna og rúmlega helmingur ferðamanna fer á söfn þegar kemur til landsins. Þetta er frá 2021 og er fáanlegt á heimasíðu Ferðamálastofu, þannig að greinlega það er mikil sóknarfæri þarna í gangi. En hvernig nýtum við þetta sóknarfæri og náum við til fólks? Við erum með þetta víða mikla vefmiðla í gangi hjá okkur á Íslandsstofu og erum náttúrulega á öllum helstu miðlum og hefur verið það lengi og byggt upp bara mjög flotta prófíla og kanala á þessu og byrjaði á samfélagsmiðlum bara. Ég er að vonast til þá virka engin myndbönd, ok. Herðu, við erum rúmlega 1 milljón fylgjendur á okkar miðlum og til dæmis síðustu 28 daga náðu dreifnefni síðustu tæplega 1,5 milljón manns. Flestir okkar fylgjendur eru frá Bandaríkjunum og eins og tíðkast almennt þá eru svona aðeins eldri hópar á Facebook, aðeins yngri hópar á Instagram og svo framvegis. Og við náttúrulega setjum reglulega festir í lofti á alla okkar miðla og það efni er bara mjög víðtækt bæði hvort það myndir eða albúm eða
myndböndið efni frá blaðamönnum, áhrifavaldum og hvað það og yfirleitt myndi, eins og ég sagði, myndi falla til einhverja sem sérhæfður ferðaþjónustu sem myndist á áðan. Sömuleiðis vinnum við náum með öllum áfangastaðarstofum og öðrum hagum í ferðaþjónustunni í að koma skilaboðum í framfæri sem þeim mikilvægt á hverju stundu. Hvort sem það einhver áfangastaðar eða þjónustaðar eða hvað það geti verið. Og vinnum oft með áhrifavöldum og blaðamönnum. Áhrifavaldar klárlega sem eitthvað meira tengt stafrænni markaðssetningu búið til efni fyrir samfélagsmiðlana, en allt sem við gerum með blaðamönnum það ratarlega líka í náttúrulega á okkar stafrænlega miðla eftir að þau skrifa greinina hvaða umfjöllun sem það Og allt þetta efni fer síðan inn í birtingaráætlunum okkar sem ég ætla að sýna ykkur á eftir og svona ákveðin vegferð og svolítið flókið ferla sem að galdrarnir gerast til að ná til alls þessa fólks. Smá dæmi samstarf, ég þetta ægilega fína myndband af Rúri Gíslasyni á Ósvör og Óbyggðasetrinu og einhverju stöðum. Þetta var mjög skemmtilegt dæmi áhrifaldarsamstarf, þetta með Icelandair og nokkrum áfangastaðarstofum. Við höfum farið á Norðurland og Austurland við höfum eftir Norðurland fyrir Austurland, Vestfirði og Reykjanes og þar tók hann einmitt akkurat tikkað í þessi box sérhæfðar ferðaþjónustu. Hann fór á snjóbretti á ferðaþjónustunni, einhver svona spa, skellti sér vellíðanar, en svo fór hann líka á sjómannasöfn og Ósvör og Vestfirðum og fleiri staði á Óbyggðasetri og svona. Þannig að það blandast allt saman með skemmtilegan pakka sem sýndi mikið fram á þjónustan afþreyingar sem í boði af þessum landslutum og bara gekk mjög vel. Við ánægði með þetta. Og svo annar dæmi bara blaðamannasamstarf sem við studdum blaðamannasamstarf til lands fyrir BBC skrifaði mjög skemmtilega grein torfhúsin okkar og gekk mjög vel og fekk náttúrulega gríðarlega flotta umfjöllun hjá BBC líka. Þetta svona dæmi hvað hægt að gera. Kannski getur bara svindlað smá aðeins svo spyrst að þetta gerst eitthvað svona. Our first stop is going to be Ósvör. So off we go. New beautiful day. I'm wearing the proper old traditional fisherman clothing in Iceland. We're going to learn about Icelandic old traditional way of fishing. And we're going to bake bread. Ósvör is the local maritime museum. What we are eating with our coffee here now is the fisherman's bread, traditional for places like this. It only needed 3 ingredients and it's delicious. Jói here, he is 1,000 years old today. Another. Svo bara höldum áfram eins og séðan fór á fleiri staði. Þetta kom mjög skemmtilega út og alltaf á okkar könnunum líka hjá honum sjálfum. Þetta líka fætt mjög góð viðbrögð á hans prófíl sem var svona kannski eiginlega aðalatriði. Það samfélagsmiðlar svona annar burðar á sig okkar markaðssetningarstarfi vefurinn Visit Iceland sem vefurinn okkar eða vefurinn okkar í rauninni hefur fyrir 2 ára verið sett af stað sérstakt átak í samvinnu við ferðamálastofu og menningar og atvinnuráðuneytið að gera þannig vef af því sem hann þarf að vera fyrir ferðaþjónustuna og hann fær tæpar 2 milljón heimsóknir síðasta ári held ég og þar alvöru upplýsingar að finna, mjög ítarlegar og veimiklar upplýsingar hvað þarf að huga orðum til Íslands og auðvitað bara þjónustuna og áfangastaðina sem í boði. Það bæði bara svona praktísku upplýsingar, líka blogg og margt fleira. Svo erum við með þessum sína hægra megin, þetta svona birtingamynd á gagnagrunnum frá ferðamálastofu og það hægt að fara í síðu sem heitir Things to Do og bara filter eftir hvað það vill gera á Íslandi og þá færði alls konar fyrirtæki upp eða þjónustu. Þetta, ég veit ekki hvað að sjá þarna en eitt filter er til þess museum og annar er culture og svo framvegis. Þannig að þetta mjög góðu vefur og hann vann til dæmis hönnunarverðlaun á síðasta ári sem gaman að segja frá. Við erum mikið að keyra traffic inn á þannan vef. Og já, eitt langar að tími kannski að segja frá þenni í lok mánaðar eða mánaðamótin þá ætla að setja á laggirnar á þessu vef svona gagnvirkt kort sem að sækir meðalsgögn í þennan gagnagrunn frá ferðamálastofu. Þá getur við skoða bara staði og flett upp stöðum og líka sett inn bara frá Reykjavík til Egilsstöðum og kemur svona náttúrulega leið og svo getur við valið ég að hafa í huga accommodation eða gistingu afsækja var með þetta alltaf ensku
söfn og kannski jafnvel hleðslustór á leiðinu, þá birtist svona punktar á leiðinu línunni sem að þú getur ítt á og þá birtist í rauninni þetta upp og búkmarka og svona fleira hjálpar og skipuleg ferðin og þetta er svona leið til að koma þessu öll meira á framfæri. En allt þetta sem ég búinn að tala núna, nokkuð snögglega, sem við erum samfélagsmiðlum og við erum fleira, það fer inn í þetta glæsilega ferli sem ég var að tekna upp til að reyna að útskýra það aðeins betur. Þarna gera sem sagt galdrarnir. Það sem ég er að sýna er að við höfum bara einhverja auglýsingu eða post eða færslu sem fer í lofti frá okkur og við byrjum þegar við byrjum ferlinni þá var dökkblá línan einhver markhópurinn okkar. Þetta er svona kaldur hópur og er svona hér. Svo þegar við finnum þá lykilmörkunum og ef þeir sýna einhver efni okkur áhuga þá söfnum við þessu svona saman í, þetta er svona filteringarinni líka. Þetta er áhugasami notendur og það er bládálkunum viðbrögð, þetta er þeir sem hafa sýnt viðbrögð við efninu okkar og þá vinnum við þetta samtali við þau að þetta er hann verðmættur hópur og þegar það er komið í einhver tíma þá beinum við honum á vefsíðu traffíkina og höldum áfram samtalið þar. Þarna erum við komið í rauðlínunum, komið áhugasama notendur og endur snertum efni til þeirra. Þetta er remarketing, tilraun til að þýða remarketing til þessa hóps og höldum þannig samtalið gangi við þá og sumar af þeir sem þegar byrjum að dökkblá línuna enda á rauð og verða svo að bleiku, verða fylgjendur okkar en aðrir ekki. En það er mikið til samtalið gangi við hópinn sem er í rauðu og bláu línunni. Í dag er maður ekki bara að tala við fylgjendur sína á samfélagsmiðlum, sérstaklega ef þetta kostar færslu þá er þetta allt bara rauninni svolítið út allt og þetta samtalið bara í gangi. Þú finnur þá sem hafa sýnt áhuga á efninu þínu og þá eru vegir Facebook rauninni bara óstöðanlegir og engin séns að forðast okkur liggur við með þeim stillingum sem að gera í bakendanum. Og þetta, eins og segir, það fer allt okkar efni sem setja einhvers staðar í þetta ferli og það endar ekki þarna en þetta áður að sýna bæði fylgjendur og annað slíkt þó þessi fylgjendur það gæti verið að sýna efni sem er rauðlínunni eitthvað þannig þetta er ákveðin hringrás, þetta virkar þetta er mikið ferli en bara það sem að gera þetta er náttúrulega ótrúlega og það er bara mjög gott fyrir okkur að geta verið alltaf viðhalda samtali við þann hóp sem sýnt efninu okkur áhuga og það gefur okkur tækifæri til að segja okkur sögur til þessa hóps. Ég er að búin að fá lína en samt bara til að svona aðeins í lokin bara nýtum tækifæri. Ef maður er öflugt tól, ef maður er ekki lengur kannski mikið að tala hvað samfélagsmiðlar hafa fram að færa þetta svona okkur vitaðir dag og við segja margir í þessari kreðsu eru á samfélagsmiðlum sem er bara mjög flott en í hvet aðra sem eru kannski spáið að hafa ekki alveg kannski komið þessi í gang með það, bara hvet það til að prófa sig áfram og líka bara hafa samband við okkur, samband við mig, bara taka stutafund, taka spjall, eitthvað sem við viljum prófa að gera, hvet ykkur endriði til þess og enda þarna punktur á Brandcenter Íslandsstofu, við erum sérst með myndabanka sem heitir Brandcenter og eru bara þróðar af Sigurþór á neðstu henni Grósku. Mjög flott var að þið getið fengið aðgang að myndarinn þar. Við erum bæði með eitthvað menningartengdu ferðaþjónustu sem við fengum nú frá samtökum og söguferðaþjónustu, svo annað efni líka en í hvert fyrirtæki sem í þessu og kannski að prófa að sjá fram samfélagsmiðlum að þarf ekki endilega bara alltaf að vera að segja frá sínu safni líka einhverju sem í gangi í kring af því að ferðamennirnir vilja fá einhverju upplifun og eitthvað meira í gangi og nýta þó að sé náttúruna annað bara það til að fá þau okkar svæði og vekja athygli á því sem í gangi í kringum ykkur. Og já, að lokum langar mér að sýna eitt nýtt myndband sem er innan við mínúta sem er að fara í lofti núna í þessu vormisseri ef sem árið komast og það snýst allt að fá þau inn í okkar net á dökkbláa línu sem við sýndum ykkur áðan og geta þá viðhaldið samtalinu og tengslunum við þau og haldið áfram að stækka hópinn sem við erum að tala við á netinu og segja sögurnar okkar.
Takk fyrir mig. Ég hingra aðeins í þessu. Já. Já, ég var að bara þakka þér fyrir þetta. Já. Og ég bara dettur í hug að þessu hópur gæti kannski haft einhverja spurningu, þá hefur kannski ekki mikinn tíma. Já, bara... En ef það eitthvað svona brennur á fólki að vil spyrja það einhverju, einhver með einhverju spurningu? Nei, það líka pínu skiljanlegt. Rauninni var Inspired by Iceland brandið sem notað í markaðssetningu ferðarþjónustu áður fyrr. En núna það Visit Iceland, en við erum með Inspired by Iceland miðlinn ennþá á samfélagsmiðlum. En þannig að við erum ekki alltaf að segja Visit Iceland þegar við setjum ykkur loftið á Inspired by Iceland, þetta ferðarþjónustu tengt. Og við komum stundum eitthvað inn á nútidags, eitthvað sem endilega ekki ferðarþjónustu tengt, en flest okkar efnið inn á Inspired by Iceland ferðarþjónustu tengt. Þannig að rauninni kannski Inspired by Iceland pínur svona regljór hugtök og Visit Iceland þar undir. Þetta vinnur mjög þétt og náðu saman, en ég skil spurninguna. Já, spurningin kannski endurtaka hana, hvað hún var með. Já, var hver munurinn var í Inspired by Iceland og Visit Iceland og já. Það komið maður hingað undir mig. Voru fleiri spurningar? Já. Þakka kærlega fyrir frábærlega gott myndband. Já. En mér finnst þessi myndbandi eins og svo oft að þetta ástand á náttúruna og svolítið voðara myndinu. Já. Við svolítið að hoppa hérna fram á glettunni svona. Já, það var í vök. Já. Þessi myndbandi á þessi myndbandi Nei, það alveg, og þess vegna var ég mjög tvístegið með að sína myndbandi, en það sem ég langaði svolítið að segja var að þetta til þess fyrsta útgáfa myndbandi, það mun koma nokkuð og eins og sjá það fer þetta ekki djúpt í neitt sérstakt, þetta rosalega bara svona almennt að vekja athygli og þegar við erum búin að gera það þá fáum fólk inn í okkar net og þar erum við að segja sögurnar sem tengjast öllum sérhæfum menningarferðarþjónustunum meðal annars, eða sérhæfum ferðarþjónustunum meðal annars menningarferðarþjónustu sem eru þá færslur og annað slíkt. Já, fyrir ekki. Vonandi heyrðuð þið eitthvað af þessu. Ok. Takk fyrir það, Ísak. Takk fyrir það. Já. Þá bjóðum við næst velkomna hana Dagrúnu Ósk Jónsdóttur, þjóðfræðing. Hún ætlar að segja okkur frá framtíðinni, upplifanir og ævintýri. Nei, vertu velkomin. Takk fyrir. Þá ætla ég að opna hérna eitt glæru sjól. Sjáum hvort það kemur ekki? Jú. Ég heiti sem sagt, Dagrún Ósk og mjög skemmtilegt að vera hérna með ykkur, komið sæl. Ég ætla aðeins að kynna mig að því ég hér í rauninni með marga hatta. Ég þjóðfræðingur, ég líka verkefnisstjóri hjá FÍSOS, Félagi íslenskra safna og safnmanna. Og svo hef ég lengi séð náttúrubarnaskólan á Ströndum sem heldur námskeið sem byggja á náttúrutúlkun, sögu og útivist. En ég hingað komin til að tala eins ferðarþjónustu og framtíðina og tækifærin sem ég held að felist í henni og snúa meðal annars upplifanir, ævintýri, reynslu og þátttöku. En alla þessa upplifun hægt að byggja upp og þróa innan vébanda söguþengdrar ferðarþjónustu, safna og menningarstofnana. Hér á landi erum við ótrúlega rík af sögu og menningu. Við vitum líka eins og bæði Yngvi og Ísak komu inn á að menning og saga mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn sem að koma til Íslands ásamt náttúrufegurðinni og heitum laugum. Og svo finnst Íslendingum líka gaman að ferðast landið sitt og heimsækja nýja staði. Á COVID-árunum þá björguðu ferðalög Íslendinga innanlands heilmiklu í ferðarþjónustunni víða í landsbyggðunum. Og allt frá síðustu aldamótum hafa orðið miklar breytingar í uppbyggingu ferðarþjónustu á Íslandi. Aukin áhersla hefur verið lögð á uppbyggingu sem að grundvallast á eða vísar í íslenskan menningararf, áþreifanlegan eða óáþreifanlegan, sögu og þjóðmenningu á einhvern hátt. Og við þekkjum öll dæmi ótrúlega metnaðarfull verkefni á þessu sviði sem eru í gangi víða land og eftir munum við líka heyra nokkur dæmi slík verkefni.
Ég held að það séu miklar líkur á því að í náinni framtíð muni kröfur ferðafólks afþreyingu sem að tengist sögum, menningu og þjóðlífi aukast verulega. Ég kem aðeins betur á því af hverju ég held þetta á eftir, en ég ætla að leyfa mér að segja að það verði alltaf meiri og meiri eftirspurn eftir bæði skemmtun og fróðleik og meiri kröfur alls konar fjör, meðal annars í tengdum við sögutengda ferðaþjónustu, þar sem að oft unnið með sérstöðu tiltekinna svæða, sögu þeirra, þjóðlíf og fólk sem að ferðast landið ofta að leita að því einstaka eða sérstaka sem að finna á hinum ýmsu stöðum víða veröld. Það ferðafólki í hag að sem víðast sé lögð áhersla á sérstöðu byggðarlaga, boðið upp á menningartengda afþreyingu, fróðleikur sé aðgengilegur, bent á athyglisverða staði, gönguleiðir í nágrenninu og svo framvegis. Mjög mörgum finnst sérstaðan skemmtileg og áhugaverð. Hið óáþreifanlega sem í aldanna rás hefur einkennt hvert svæði og sjálfsmynd þeirra sem þar búa líka allt eitthvað sem hægt að afmarka og rannsaka og byggja svo á í sögutengdri ferðaþjónustu. Í gær var ég einmitt á mannamóti í Kópavogi sem að haldið á markastofum landshlutana og ferðaþjónar á landsbyggðinni kynna sig bæði fyrir hvor öðrum og ferðaskrifstofum og skipuleggjendum. Þar voru ótrúlega mörg dæmi hvernig hugmyndaríkt fólk að vinna með sérstöðu síns svæðis. Fyrir ferðafólk hefur það að koma á þessa staði stundum þann megin tilgang að njóta og kynnast því sem kannski svolítið skrítið og öðruvísi, en líka að læra eitthvað nýtt með því að upplifa það og sjá það á staðnum. Við höfum margvíslegar leiðir til að bregðast við þessu í menningar- og sögutengdri ferðaþjónustu með vandaðri leiðsögn, sýningum og söfnum, hátíðarhöldum og markvissri og fjölbreyttri upplýsingaþjónustu, alhliða miðlun menningararfsins. Það svo ótrúlega mörg tækifæri. Og ég ætla að fá að taka smá dæmi af Ströndum af því að ég þaðan, þó að það sé nokkuð síðan að flest þeirra verkefna sem ég ætla að nefna var komið á laggirnar, þá þau engu að síður gott dæmi þróun í sögu og menningartengdri ferðaþjónustu. Árið 2000 var opnuð á Hólmavík galdrasýning á Ströndum. Þar unnið með þann menningararf sem tengist galdrafárinu á Íslandi, sagt frá göldrum og galdramönnum og sýndar eftirgerðir af ýmsum galdrafyrirbærum. Af þeim líklega nábrókin frægust. Árið 2002 var svo sauðfjársetur á Ströndum opnað í félagsheimilinu Sævangi, rétt fyrir utan Hólmavík. Þar fjallað sauðfjárbúskap út frá ýmsum sjónarhornum. Þessar tvær menningarstofnanir stofnaðar í ólíkum tilgangi. Galdrasýningin til að draga ferðafólk og gera Hólmavík að áfangastað, en sauðfjársetrið kannski frekar til að skemmta heimafólki, þó þessu auðvitað líka ætlað að vera viðkomustaður fyrir ferðafólk. Það væri kannski ekki beint ætlað að draga inn á strandir. En báðir staðirnir byggja á óáþreifanlegum menningararfi, sögu og sérstöðu svæðisins. Þar hafa líka í báðum tilfellum sprottið upp tengd verkefni í framhaldinu. Rannsóknasetur HÍ á Ströndum, þjóðfræðistofa, 3 manna vinnustaður, staðsettur á Ströndum út af þeirri vinnu með þjóðtrú og menningararf sem unnin var á vegum galdrasýningarinnar. Galdur brugghús sem að tengist galdrasýningunni ekki með beinum hætti nema að því leyti að byggja á þeirri sömu sérstöðu og ímynd sem að galdrasýningin hefur byggt upp á svæðinu opnaði svo núna í desember. Á Sauðfjársveitrinu var settur á laggirnar náttúrubarnaskóli sem námskeið, viðburðir og hátíðarhöld sem ég hef sjálf séð síðan 2014 þegar starfsemin hófst. Náttúrubarnaskólinn heldur út í námskeiðum sem að snúast náttúrulæsi og útivist. Það mikil áhersla lögð á upplifanir, ævintýri, sögu, þjóðtrú og náttúru fléttað saman, enda ég sjálf þjóðfræðingur og hef kannski ívið meiri áhuga á því heldur en plöntunum, fuglunum og þaranum, þó ég hafi sannarlega lært að kunna meta þetta allt saman. En þar eins og á galdrasýningunni unnið með sérstöðu svæðisins, en strandamenn hafa lengi haft orð á sér fyrir að vera sérleg náttúrbörn. Náttúrubarnaskólinn var nýsköpunarverkefni í menntatengdri ferðaþjónustu þegar hann var stofnaður.
Þar unnið með upplifanir og líka umhverfisvitund sem auðvitað málefni sem stendur mörgum okkar nærri nú til dags. Markhópurinn hefur fyrst og fremst verið börn og ungmenni en einnig hefur verið tekið á móti nokkrum hópum erlendis frá. Verkefni af þessu tagi þurfa þó að vera stöðugur í þróun. Framtíðin æðir alltaf á móti okkur og við þurfum að vera tilbúin að aðlagast. Með aukinni áherslu á umhverfisvernd og umhverfismál held ég að lífsgæðakapphlaupið hafi tekið breytingum, að minnsta kosti viðhorf yngri kynslóðanna. Við mælum ekki endilega lífsgæðin í stærsta jeppanum eða flottasta blómavasanum. Núna snýst lífsgæðakapphlaupið hver hefur upplifað mest, gert mest, farið mest, prófað mest, smakkað mest, tekið þátt í alls konar og stundum jafnvel slakað mest á. Og birtingarmyndin af þessu að mörgu leyti samfélagsmiðlarnir. Þess vegna held ég að í framtíðinni verði örugglega alltaf meiri og meiri áhersla lögð á upplifanir og ævintýri. En upplifanir og ævintýri geta verið svo ótrúlega margt. Það getur verið að fara á skemmtilegt safn, skoða listaverk, sjá fólk búa til kerti á Árbæjarsafni, tala nú að fá sjálfur að prófa að búa til kerti með gamalli aðferð, að prófa sýndarveruleika sund á Hönnunarsafninu, finna lyktina af hrútabandinu á Sauðársetrinu og gretta sig ógurlega í kjölfarið, baða sig í náttúrunni, spila ratleik á Skriðuklaustri, hlusta á nunnusöngin í hellunum á Kirkjubæjarklaustri, sjá hreindýr í fullri stærð á Minjasafni Austurlands, brauðið í Ósvör sem var hérna í myndbandinu áðan og svo mætti lengi telja. Fyrir 2 árum þá var ég stödd á farskóla safnafólks í Stykkishólmi. En farskólinn árleg ráðstefna sem að ferðast landið. Þar hefði verið ákveðið að bjóða krökkum úr elstu bekkjum grunnskóla í bænum að koma fram og tala hvað þau vildu sjá gerast á söfnum og í sambandi við nýsköpun. Þetta var ótrúlega skemmtilegt, sniðug hugmynd og eftirminnileg kynning. Þau höfðu frá ótrúlega mörgu að segja og voru sammála að það þyrfti að leggja áherslu á gagnvirkni. Allt sem hægt að snerta, gera og prófa. Þegar við hugsum nýsköpun í miðlun menningararfs, hugsum við oft fyrst tæknina og alls ekki að ástæðulausu. Tæknin gefur svo marga spennandi möguleika. Hún býður einmitt oft upp á að hægt sé að gera eitthvað, breyta einhverju eða sjá eitthvað nýtt. Hægt að setja upp spennandi leiki og ég fór til dæmis erlendis í sumar í útskriftarferð eftir doktorsnámið mitt og þar var ég oft minn eigin leiðsögumaður því að ég gat sótt svo ótrúlega skemmtilega ratleiki í símann minn sem að leiddu með að mörgum merkilegustu og Instagram-vænustu stöðum borgarinnar. Og í gegnum ratleikin var líka dælt til mín alls konar sögulegum fróðleik á meðan að ég leysti fjölbreyttar þrautir. Þetta var stórskemmtileg miðlun sérsniðin fyrir túrista. Við fórum líka í skipulagðar ferðir með hópum og leiðsögumönnum og þar upplifir maður stundum að maður kynnist meira raunverulegu lífi á staðnum. Þar fengum við líka stundum alla leikmenn íslenska handboltalandsliðsins. En þetta var mjög eftirminnilegt fyrir okkur. Á mannamótinu í Kópavogi í gær var ég líka að spjalla við mann möguleika þess að nota svokallað augmented reality í leiðsögn eða viðbættan veruleika. Þá sem sagt hægt að nota símann til að kalla fram hinar ýmsu persónur í umhverfinu og landsímann. En hugmyndin þá að þá gætu persónur sagt frá sögu og menningu svæðis. Við höfum einmitt velt þessu fyrir okkur á Ströndum að það væri gaman eftir. En persónuleg upplifun skemmtileg leiðsögn eftir hverjum og einum. Tæknin býður líka upp á aukið aðgengi sem ótrúlega mikilvægt. Menning og saga á alltaf að vera aðgengileg öllum. En nýsköpun þarf heldur ekki alltaf að þýða tækni. Nýsköpun getur líka verið ný leið til að nálgast söguna og menninguna. Til að miðla fleiri ekki hafa heyrst áður. Snúa sjónarhorninu út frá sjómönnum og sjósókn fór einnig að beina sjónarhorninu að fiskvinnslu í landi. En með því náðist einmitt inn sjónarhorn kvenna. Annað dæmi regnbogaþráðurinn á Þjóðminjasafninu. Leiðsögn þar sem að saga hinseginleika á Íslandi sögð. En sú leiðsögn var unnin í samstarfi við samtökin 78, sem líka gífurlega mikilvægt. Vegna þess að leiðin til að vinna þessari nýsköpun og gæða sjónarhorna
Í mörgum tilfellum eru verkefni þess eðlis að margvíslega sérþekkingu þarf til. Það sögutengdri ferðaþjónustu til framdráttar að óvinna og ekki að ástæðulausu. Það þarf að fá fjölbreytt fólk að borðinu þegar unnið með sögu svæðis. Fólk sem að tilheyrir hópunum sem á að fjallum. Listafólk og tæknitröll ef að verkefnin eru af þeirri gerð. Þetta líka afskapun. Hér hafa söfnin líka einstakt tækifæri þar sem að þau sinna fjölbreyttum hlutverkum. Svo verði ég að segja að þar vinnur ótrúlega mikið af duglegu og hugmyndaríku fólki sem er þaulvant að gera ótrúlega mikið úr litlu. En það mín reynsla, að minnsta kosti, að allt þetta fólk hafi líka áhuga á því að deila sinni visku og reynslu og að það auki verkefni að margar hendur komi að þeim. Betur sjá augu en auga á allt það. Í þessu samhengi held ég líka að það sé gífurlega mikilvægt að hittast og deila hugmyndum. Segja frá því hvað hefur verklar sem eru á hverju svæði, því meira aðdráttaraflið. Því fleiri sem að miðla og hampa ákveðnum hluta menningararfsins, því meiri athygli vekur hann út á við. Og því líklegra að fólk leggi sig á að skoða akkúrat það. Það segja reyndar að ég viti að það verði raunin í dag. Það alveg á hreinu að það ótal tækifæri í sögutengdri ferðaþjónustu og nú þurfum við bara að gaman. Takk hérlega fyrir mig. Það mjög fróðlegt og skemmtilegt. Þá býð ég velkomin Magnús Orra Marínarsson, Skram, framkvæmdastjóra Rauðkampa. Hann ætlar... Svona, já. Komið sæl Sögur. Það einstaklega... Það sko strengt, þannig að... Já, þannig að ég þarf að vera hér. Já, kannski. Já, þá get ég bara að nota þetta svona. Já, ok. Já, ok, ég er afslappaður þannig bara. Komið sæl Sögur. Það einstaklega gaman fyrir mig að vera í dag, vegna þess að fyrir 25 ára síðan þá skrifa ég lokaritgerð í Sagnfræðinni. Og hún fjallaði miðlun sögu í ferðaþjónustu. Þá var Geiri kannski allir komið jafn langt og hann í dag. Ritgerðin hét Framtíð í fortíð. Í dag og taka þátt í þessum áfengi. Þarna í þessari ritgerð á sínum tíma þá var ég með fræðilega kafla og svo fjallaði ég mína heimasveit sem var Álftanes, Vestarhöfn og fjallaði hvernig við getum tekið sögu Álftanes og miðlaði til ferðamanna. Hvort þetta var Skansinn og Óli Skans eða forsetaembættið, Bessastaðir í Sognsveit. Og svo var ég með eina hugmynd þarna, hún gekk út á það þegar þá höfðu Álftanesingar engan miðbæ og eitthvað þjónustu. Hvort það var ekki sniðugt að byggja upp svona eina litla fallega götu og fallega húsum og timburhúsum í norskum stíl sem er byggt í ánda húsa byggður á Íslandi og 19. öld og snemma á 20. öld. Hvort þetta var ekki sniðugt hugmynd þess að laða að ferðamenn og byggja upp kjarnir í Álftanesingar. En svona þetta sagði ekki. En allavega, nú ætla ég að segja ykkur á verkefni Þjórsárdal sem í raun og veru byggt á einstakri náttúruperlu, heitu vatni, en leið á grunni fortíðar, þess að það miðla sögu og menningu Þjórsárdals í þessum áfengur til þeirra sem heimsækja sögu. Þjórsárdalur var í raun og veru vettvangur fyrstu árbóka ferðafélags Íslands. Þjórsárdal þótti mjög eftirsótt til heimsóknar á þessum tíma, margar náttúruperlur og sagan. Á þeim tíma í upphafi 20. aldar var þetta eyðisaldur, en Gjávik, Stöng og náttúrulega allt þetta fornleifar sem voru í dalnum á þessum tíma, Álafoss og Kaplafoss. Þetta þótti mjög áhugaverður staður. Svo í raun og veru týndist Þjórsárdalurinn svolítið og hann hefur svolítið setið eftir í uppbyggingu og einhverju og þjónustu. Og þess vegna þetta verkefni sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í raun og veru ekki bara byggingar, þetta líka í raun og veru þróun á heilum dal. Þess vegna að gera dalinn tilbúin þess að taka mótið ferðamönnum og við eitthvað hætti við svona miðla sögu staðar. Ég ætla að sjá við í Þjórsárdal og sundlaug sem var reist af starfsmönnum Búrfellsvirkjunar árið 1970. Þarna var rekin sumarlaug í 30 ár, kannski einhverjir að hafa búin á það.
En þarna sjáum við líka vel yfir Þjórsárdalinn, hann liggur eins og í skeifu í kringum þetta fjall sem er fyrir miðju, þetta er Reykholt. Og við erum hérna með þetta fjall undir sem heitir Rauðuhvammur og ég hef sýnt ykkur hér í fyrstu mynd. Í raun og veru er dalurinn nýlega friðaður, bæði frá menningarminjum, þetta er fyrsta menningarhildin sem er friðuð á Minjastofnunar og svo hins vegar Umhverfisstofnun og friðlýsa dalinn og umhverfisstofnun. Þetta er allt nýlega gert. Og þarna er náttúrulega mikil saga, ekki bara mikil saga í þessari ágættu sundur sem þarna stóð og margir lærðu að synda í, og sérstaklega mannverki, og með Hallandi banka. Vegna þess að þetta var einhvern veginn gert allt ólöfi að jarðutum á kvöldnægi á starfstöðum Búrfells. En þarna er þetta heitur hver og get ég sýnt ykkur hérna er semst heitur hver, þannig er uppsprautar, kemur svo og leipa úr jörðinni. Og hérna við hliðina á hérna eru sem sagt gamli Reykholtsbærinn stóð hér og það er nú eitt af því verðum sem við erum að koma að núna er að við erum að standa því að hér erum við byrjuð sem er að grafa upp og skoða hvort það sé eitthvað þarna minjar sem ber að varðveita og finna en hugmyndin svo að byggja þarna upp í raun og ráðstafið ferðamenn þannig að fólk getur gengið gamla Reykholtsbærinn á þess að það var smiðast og gamla þjóðsögur. En þetta sem þetta dalurinn allur er í raun og veru verktókar þessar verkefnis og hérna sjáum við hvað við yfirlist inn að Þjórsárdal og þarna í dalnum erum við í kringum 30 menningarminjar. Þetta var eitt þéttbýlasta svæði í landsins við Skógræktarárnar. Þarna var einstaklega gott að búa, þarna var allt fullt af skógi, gjöflar á og mikil skjólsæld, en það liggur þetta undir Hálsbrúnni. Og þarna sjáum við rauðum út að þeir eru menningarminjar með ýmsum toga og ég veist að þessi hópur þekkir þetta mjög vel en hugmyndin þá svo er að taka þessa sögu og hvernig byggðist og hvernig hvarf svo vegna þess að fólk gekk að raka á skóginn og svo hefði góðsættur og fjögur og eitt í byggðin þarna á saman tíma. Svo komum fornleifafræðingar undir, Brynjólfur Jónsson undir og myndaldar og svo verður stór fornleifafræðingur á 4. áratögnum þar sem við raunum höfur Sigurður Þórarinsson og Kristinn Eldjárn við leggjum grunn þessari svo kallari öskulækningu. En öllum þessum fróðleik erum við að reyna að miðla í þessu verkefni sem ég var að gera. Það er þessar tvær blástjörnur, annars vegar er Efri-stjarnan sem þessum gömlu stundum sem ég sagði áðan og þar erum við að byggja upp gistiaðstöðu, hótel og baðaðstöðu, þar sem við nýtum að heita á. Og svo í minni dalsins, þetta var neðri stjarnan, erum við að reisa gestastöðu Þjórsárdalsins og Málefnisins. Og þessar byggingar tala saman vegna þess að gestir fjallamanna inn í dal, þeir leggja sínu viðveru hérna viðveru. Þannig að þessi gestir sem er raundi fara raunum ekki í dalum sem einn bílum, þetta leggja þessi bílum með viðbrá og svo eru reglulega sætaferðir frá gestastofunni upp í fjallaböðu. Þannig erum við að reyna að draga úr ákvæmdi ferðamanna inn í dalinn en leið í þessu verkefni til að vera skipuleika gönguleið eða hjólaleið upp dalinn eða innan þessu stigasvæði þar sem fólk var að ferðast og við erum að draga á áreiti bílana með því að hafa ekki stóra bílastæðis fláum að lögð fram. Þetta er eiginlega fyrir að vera í dansin við samgöngur. Og verkefnið hjá okkur er að við erum búið gististað og baðstað sem tekur mikið með að náttúru, umhverfi, sögu, jarðlögu. Við erum að nýta byggingarefni sem við erum að taka upp út úr fjallinu. Þetta verkefni sem þetta í bæinn er að byggja þetta íbústu umhverfisstöðum þar sem við erum að draga úr kortins skólbyggingarna og reksturins. Og það er að hérna fyrirlestur að segja frá því að það hægt að gera það. En í neðbyggingunni ætlum við svo að ganga skrifinu lengra með að miðla sögu og menningu staðarins í gestastofunni sem eru raun og veru fyrsta einkarekna gestastofansins. Það er við ganga svo að segja. Það verður við sýningarhald, bæði verður við kvikmyndasýningu og svo svona skjái og fræðslu verkstund.
í þessari 2000 byggingu sem það er. Grundvöldurinn alltaf þessari vinnu er að þegar ég fer þarna og byrja þetta verkefni 2015 er að það hefur mikið fyrir skrifa þjóðsundar en ekki tekstæði. Þannig að við erum með í gangi núna okkar við að skrifa sögu þjóðsundars. Og það sem við erum að safna til því efni sem við erum skrifað það er í stað. Hugmyndin svo að miðla því ýmsmætti. Annars vegar ekki bókaldkóður, annars vegar ekki það myndabækur eða stórar bækur, bæklingagerð. Þetta er mikið slíkari skýrslgerð til þess að miðla því þegar fólk býr á heimsbyggðsstæði. Við erum notað þetta efni í þjálfum og starfsfólki og þessum stöðum tveimur við að 8 tíma að vinna. Þetta fólk þarf að vera meðvitað sögu dagsins, jarðfræði, menningu, leikjar. Og svo nýtum við þetta efni í sýningarhaldið á þessum stöðum. Þannig að í raun og veru við þurftum við að byggja þegar þetta, safna þessu efnum saman. Við byggðum þetta líka sem fornleifa uppgöfti sem ég sagði ykkur á. Þetta er þess að aðra bygging. Þetta er 5500 fermetra bygging sem við erum að byggja í Rauðkömpum. Fyrir ofan Sundlaugar sem er þá hefur verið gammal og hún hefur verið fjarlæg. Þarna er raun og veru tveir hópar gesta, annars er hópar sem gíst yfir nótt og þess að gestur sem verið daginn. Það er tveir gangar, þeir koma á byggjum okkar eftir, hérna kemur baðgesturinn inn í bygginguna, fer inn í bygginguna, inn á kaffi. Svo skiptir hann föt inn í fjallinu, byrjar að baða sig inn í fjallinu. Það er að búið til helli sem við mótum í jarðvegi og skulum, þess að mótum lítið ákveðna stemningu. Svo fer fólk í bað og kemur við út og horfir niður dalinn. Annar hins vegar er það svo nægt gestur sem kemur í fjallið í húsið og kemur við í fjallið hér. Og svo er þetta veitingastar og veitingastar að byrja á útgesti og dagvist og svo er þetta ferður. Eins og ég segði á það er þetta byggt gríðarlega umhverfisvænt. Við setjum að þurfa að nota einhverjum samsteipu, hún er dýr í kolumnsbórum, en við erum að reyna að nota jarðirinn sem við tökum úr fjallið til þess að þrýsta niður. Svo er þetta landörðstækja og svo framvegis og framvegis. En þegar þú svo gaman að því erum að leita til sérstöðu verkefna. Vissulega er þetta mjög sérstakt hótel í arkitektúr og hönnun. En þetta er líka sérstakt hótel vegna sem við erum að reyna að miðla því sem er að gerast á því kring. Hérna til hægri er þessu fórtæla sem voru að tala á. Hérna er bókastofa og sérstaklega tilöku þjóðsundar og það sem við erum að reyna að nota sögu dagsins til þess að auka uppbyggjast. Hérna sjálf þetta bygging fellir inn í fjallið. Hérna er bygging að mynda því. Áætlað er að þessi bygging verður tilbúin síðan árs 25. Við erum núna í jarðvegsrannsóknum og sem skoða bergið sem liggur undir vegna þess að við sjáum fyrir bara bergið sem stóð upp í það lífum og við líkur eftir byggingum þá er bergið öðrum megin. En þið sjáum sem cirka gott 30–40% byggingum bestunni inn í fjallið. Og eins og ég sagði á þetta er byggingin sem eru frá og svo er byggingin niður frá og svo erum við að tengja þar saman með þessum sætaförðum og sömulegis að þetta vöruflutningar kókbíl kemur í gestastofum og það ekki í dag. Það er bara umhverfisvæna byrjar sem var það mill, ráðsbyrjar á okkar veg. Og svo gjarnan myndi ég vilja að við gætum í raun og veru hort á daginn tilfæðingar. Við veitum ekki hafa mikið bíl sem verður. Við værum þetta bara fyrst og fremst hjól og hestar og ganga. Og svo þessi stíflaða hóferðir. Það sem fólk gætir að ferðast á þetta ákveð stað. Hvað sem það var í Hjálpafoss eða í Háfoss, eða Gjálmæra stund. Það væri það að senda mér. Við reynum horfa til þess að nútíma væða ykkur gesta. Ég ætla að fara með ykkur niður í þjóðstöðstöðu, gestastofu. Það er næst þessi 2000 bygging sem við erum að reysa. Og við horfum til þess að gestirnir leggja sín byggingar hér og gátt í svona í byggingunum. Og svo hýr hérna með hundurinn, þannig að þessi svona gátt það þjóðsundar. Hérna er það veitingaðstæða, sýningarhald, verkstöð og svo í þessum hérna hluta byggingar verður þessi stór kvöldisík. Við sjáum fyrir 12 myndband sem segir fólki frá sögu Rússlands og við erum að Heklu samtíðið við Heklu við þessum hvarf, Seyðisfjörð og Steinastöðum og svona.
Og við erum svo að þróa þetta svæði í grenndinni líka. Þetta svona stórt verkefni sem ég hef þarna vinnu. Þannig að sjá þetta gerst á hér í Bílastæði. Hérna eins og kemur okkar út á fyrir fólki í dag. Hérna verið að þróa tjaldstæði og smáhúsbyggð. Þannig að það ekki bara mikið boðið fólki sem hefur vísum markum og komið til að allir komið úr Þjórsness. Þessu stundum á það sem við erum að gera þessu verkefni í Þjórsdal og allt þetta á fullu. Það kannski bara í þessu kontekst sem kemur og okkur dag að í raun og veru byggir í raun og veru kálsýtti á verkefnum svo mikið að staðsetningu. Það að vinna með náttúruna og menningu og sögudalsins og erum að viðla henni sem allra næst í gegnum mismunandi kanana til gestára með fjölbyrðinæði. Þess að byrja þetta verkefni þá fyrst við erum að saman sögudalsins sem við erum í kannan í dag og svo hægt og rólega með viðla því að sem við upptökum að því að átt að segja hvað kirkju gert í sögunni, hvað það í menningu dalsins sem við nýtt okkur við þetta verðanstöðu. Gott mál. Já, það annars vegar blá blóðið og hins vegar lífsögn. Já, þetta eru 9,5 kílómetra milli. 9,5 kílómetra milli og það alveg svo að fólki segir eftir að klikka að gera eitthvað svona. Það bara að fólki að koma til og leggja bíl bara við að 100 metra. En okkur fyrir það skrifa mikið til konstið og því raunum við upplifir það að fara í fjallaböð. Það kemur í gegnum skói fyrst og svo kemur við Eiríkssandal og við erum tælum með þessi einsta göngu. Við erum verið heimsókn í böðið fyrir gestur. Það er þrjú fjúteim sem samt var þetta verkefni húnarleysi. Það mikið þekking af Blámósins. Það Basalt arkitektur. Það DGI sem Design of Italia sem hönnunarstúdíu úttekni sem við nýttum með Blámósins. Svo enda verkefnastofn og feit. Svona í geitis eða hvað. Við erum að fara í gegnum öll skipulags hindranir eða hvað við segja verkefni sem hægt að tók okkur 3-4 ár að fá þetta inn í sögum. Við völdum okkur gríðarlega mikið og hann og strax og hann fara mjög langt í að þetta slíka upp en það er litt sér. Við erum umst að við áttum okkur vel á þegar ákveð sem gríðar sem það er. En það er þetta mjög meðnægt eins og ég vonandi að koma til stíða. Hvað með jarðfræðingar? Jarðfræðingar? Já. Það er eitthvað sem... Ég hef sagt um mitt heimi að ég myndi gjarnan vilja fá verkefni svona 24. Það er að byggja byggjum og loka þá kemur við ykkur niður, það myndi henda okkur byggjum. En það er náttúrulega að taka opna fjall. Sjáu þið. Besta væri fyrir mér að fá Heklingoss svona 24. Þá myndum við geta sett ykkur yfir í það. Þegar í raun og veru erum við sjáum ykkur er að koma yfir byggjum allt það. Þannig að Heklingoss var bara mjög fínt. Við erum ekki sett okkar á því, mjög sterk byggt það. Við erum að byggjast og það sem við erum raun að gera það fjallið, svo en lausa ykkur yfir bergið. Það sem við gerum er tök og við erum að lausa ykkur byggjum húsið á byggjum. Setjum við ykkur um það. Þú talar fjallarannsóknir og mikið með það að skrifa sögur dagsins. Hverjir eru það sem koma af þessu? Það er þessi Fornleifastofnun Íslands sem við erum í samstarfi við, þetta er fornleifarannsóknir og við erum að opna það eitthvað núna en ég sé fyrir mér einhverja við nöðum í raun og veru halda ára það í næru verkefni og svona. Og það er kannski ákveð í þessu konteksti hér að nú er þess að komin einhver aðili að Þjórsdal sem eru mikið áhuga og ástæðu til þess að taka menningararfinn og gera skilja. Þetta er raun og veru merkilega náttúrulega. Þetta er að ég hef mikið hagað því að þessi opnaði er ástöðu og skriðuð. Við segjum frá skriðuð og við búum til ákvæmstað á sem flestum stöðum dalinn þannig að fólk sem kemur og kjómar með til nóg að gera. Þannig ég er bara núna að spónsera Fornleifauppgröft þessi bygg og það fyrir og svo aðstöðu þetta þá. Við viljum búið til
senda þetta. Sirri, varst þú með Það var spurning. Mér langar bara að spyrja, nú þjóðveldisbærinn hérna, hvar hann staðsettur á þessu korti? Kannski endurtaka spurninguna. Já. Hann, hvað þjóðveldisbærinn? Fer hann eitthvað í miðjum? Nei, þjóðveldisbærinn hérna. Og þú sér ekki mér og hérna þjóðveldisbærinn. Hann ekki hluti af þessu verkefni í okkur. Nei, en þjóðveldisbærinn, svo gjarnan myndum við að koma að það styrir við og þjóðveldisbærinn myndi vera meira lifandi verðmókur. Og það getur vel orðið ástæða þess að það verður kannski einhverjum sýningar eða öflugra sýningar hald eða einhverjum lifandi leiksýningar eitthvað slöðst. Með þessi fyrirkomulegi þegar núna að koma 60–70.000 gestir í Þjórsárdal með minnstaðægi strax höstið 25 sem þýðir að það gröður miklu meiri þjóðst. En við erum ekki nálægt því sem það gerist í þjóðst. Það eiginlega samstarfsverk landsvirkjuna og heima. Það þjóðstæði. Það staði markkópin. Já. Það var kannski eftir sem aðeins, því að sérstaklega kannski það er frekar heldur erlenda ferðamanna sem út á borgingu. Þannig sérstaklega hús sem æðisleika mættina. Já, sko. Spurningu markkópin, kannski enda. Spurningu var markkópana og Íslendingar og þessu útlendingar. Sko, við teljum nú að flesti þeir sem eru heimsækja þessi staði fóru séu útlendingar. Við reiknum með því. Hins vegar hafa Íslendingar mikla skoðanir á Þjórsárdal og margar tilfinningar tengdar Þjórsárdal. Og ég fann þetta sérstaklega mikið hvað stendur þessu komur rauð. Þannig við erum að vanda okkur sérstaklega vel og því ég líka tektur verkefni Kerlingavöllum, það er svona svipaður tókar. Það þarf stíga mjög alveg til að vanda sig hvernig. En við sjáum fyrir okkur að Þjórsárdalur er svolítið falin perla, þannig við erum miklu fleiri áfengastæði en raun og veru fólk átt að sjá að við skemmtilega heimsækja en margir hafa ekki komið til Þjórsárdal. Þannig við sjáum fyrir okkur þessu sóknarfæri verkefni. Ég held við verðum að segja þetta gott núna þegar við ætlum að fara í smá kaffi og hefum það kannski svona í styttra leið til þess að reyna að halda, við erum svona aðeins og eftir í tímanum. Kæra þakkir. Þakka fyrir, Magnús. Já, þá er komið að Guðrúnu Nordal, forstöðumanni Árnastofnunar. Hún ætlar að tala Hús Íslenskunnar, sem er náttúrulega nýr áfangastaður. Velkomin Guðrún. Góðan daginn og kæra þakkir fyrir að vera með í dag. Þetta er fyrsta skipti sem ég tala húsi í þessu samhengi á ykkar vettvangi, þannig að það er mjög kærkomið að fá að segja einhver frá hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Við erum alltaf ekki ennþá komið með húsið, en við stöndum hér og bíðum full eftirvæntingar. Hér sjáum þið Melavöllin gamla, það sem ríkti nú kátínu og gleði og kapp oft með forsjá, kannski ekki alltaf. En mikið af fólki og mikið aðdráttarafl og þetta var eiginlega mikill sögustaður í borgarlandinu og þar erum við. Og við vonumst til að þessi kátína sem bjó í þessu svæði smitist inn í húsið og öll þau sem vinna þar. Við hugsum kannski ekki það en að þarna upp á Melunum að myndast mjög sterk safnamiðja og hefur verið en það bætist alltaf í þessa flóru. Nú komum við og við vitum að Loftskeytahúsið er að búa þar á að vera sýning Vigdísi og svo þetta Norrannahúsið og þetta Háskólakambusinn sem oft með alls konar hluti og viðburði og það er þessi miðja þarna sem ég held að við ættum að horfa meira á sem svona virkilega aðdráttarafl í borginni og þarna þetta ganga að svæðinu úr bænum, það þarf ekki að keyra og borgarlínan mun stoppa við Suðurgötuna þannig að þetta verður mjög gott aðgengi að öllu svæðinu, mun opna og ná að stoppa það beint fyrir fram Hús Íslenskunnar. Þannig að við getum til dæmis oft hugsað þetta þegar við erum að horfa upp á síðkastið, við getum hugsað þetta svona Museum Mile í Washington sem það komið þar sem hefur verið að þétta saman söfnum, að söfnin vinna saman og nálægin hvert við annað býr til kraft og samstarfsmöguleika og auðveldar þá líka gestum að fara á milli
Og við til dæmis þegar við erum að vinna okkar vinnu núna, þá hugsum við það að við erum með nágrann í Landsbókasafninu og Þjóðminjasafninu og við erum að gera aðra hluti en þau. Við erum ekki í samkeppni við þau, við vinnum með þeim. En þessi mynd, aldrei skemmtileg svona gömul mynd af Museum Mile sem var svona hugsjón í Washington, sjáum við hefur verið bara óvart að myndast þarna upp á melónum. Og við teljum einmitt að litla húsið okkar hann á milli, eða hún það nú stórt, tengir líka þessar stóru stofnanir saman. Ásýnd húsins, húsið hefur verið að taka á sig mynd síðustu vikurnar og mánuðina, ennþá meir og líka fá þessa fallegu lýsingu í myrkrinu og það er auðvitað að gera verkum að við erum farin að sjá það miklu betur fyrir okkur hvernig það mun svona koma sér fyrir á milli þessara íkonbygginga og það er svolítið mjúkt hús, það rekur ekki hornir í nágranna sína, það vil koma sér mjúklega fyrir og bera virðingu fyrir þessi fyrir og mér finnst það hafa tekist mjög vel. Orðið á hjúpnum er líka komið ljós sem margir spurja okkur hvað er þetta sem stendur á húsinu og það eru 2 tilnefnvitnanir sem við notuðum sem svona, má segja svona ábendingu til þeirra sem væri að koma inn í húsið hvað var í gangi þar inni og þetta tengist nú tungumálinu sem er nú ekki skrítið. Og fyrir tilnefnin er þessi, alls við erum einnar tungu. Það eru fyrstu málfræðiritgerðin, þetta er elsti texti okkar íslenska tungu skrifar á 12. öld en varðveittur í handritum á 14. öld sem er reyndar í varðveitt í Kaupmannahöfn og þýðir ekki að við Íslendingar séum einnar tungur, heldur heimurinn séur einnar tungur. Við tögulum raun og veru sama tungumálið sem hefur greinst í þessa ólíku tungur aðrar og þetta ræðir hann í ritgerðinni þannig við erum að benda á því íslenskan er hluti af alheims tungumálinu og tungum heimsins. Þannig viljum við opna faðminn að segja allir eigi að koma og þeir eigi að geta skilið okkur jafnvel þó að eitthvað móðumál sé annað en okkar. Hinn textinn kemur úr Konungsbók Eddukvæða sem átti náttúrulega mjög vel við og það var úr hámálum orð mér af orði orðsleitaði þegar tungumáli er að koma til manneskjunnar. Og það er hámálum 138, þetta er svolítið seinni kvæðinu sem er nú utan oft við þann hluta sem við lesum í skólanum en er mjög skemmtilegur og líka tengist þessu náttúrulega mikilvægasta handriti í safninu, heldur við getum alveg sagt það þó að okkur finnst þau öll vera jafn mikilvæg sem vinnur við þau. Ég vil líka benda okkur á að húsið eins og ég sagði þessi sporaskja sem liggur hérna milli Landsbókasafns og Hótel Saga nú hérna hinum megin, það er þetta lóð sem er laus og svo Þjóðminjasafnið á móti og það myndast þarna göngustígur í gegnum húsið. Það er teiknað þannig að þú getur gengið inn í þarna frá suðaustur hliðinni og gengið í gegnum húsið út hinum megin ef þið sýnir svo, ef þú vilt ekki endilega stoppa á sýningunni eða farið í bókasafnið eða fá þig kaffi. Og það eru svona tröð, þetta er nú mynd sem við tókum bara gærmorgun, það er ennþá verið að vinna í húsinu, þannig ég ætla ekki að sýna ykkur myndir innan húsinu fyrir það að búið að sjá það er svona spýtna rusl sem er gaman að sjá það er ennþá verið að vinna, en það er búið að búa til svona tröð við gegnum húsið, þannig leiður okkur gestin inn í gegnum það, þannig allir séu velkomnir að ganga þarna inn. Þetta er hús ykkar gestanna og þeirra sem vilja koma þar inn. Og þetta við leggjum mikla áherslu á að sé svona mjög velkomin leið þarna í gegn. Auðvitað segjum við, þarna mun ævintýri gerast, þarna mun allt breytast. Við förum hann inn Árnastofnun sem er stofnun ekki bara handritastofnun eða þjóðfræðistofnun, heldur líka stofnun íslenska tungu. Við erum að gefa orðabækur, við vinnum mjög mikið í máltækninni, þannig við erum í svona mjög miklu tækni og þróunarvinnu og við erum með líka mun örnefni og nafnfræði og kort. Þannig að þetta er heilmikið efni sem við erum með sem þarna undir, en þarna fer líka háskóladeildin. Íslenskadeildin í háskólanum, þannig að við erum að búa til svona rannsóknar, nýsköpunar, umhverfi sem ég vona nýtist öllum út all land. Við erum svona ákveðin miðja sem svona stofnun, ríkisstofnun sem ég vona allir sem að vinna í sögutengdri ferðaþjónustu finnist þeir eiga á aðgang að og komið til. Þannig við erum að vinna rannsóknir sem við teljum að sé alltaf grunnurinn að allri nýsköpun. Ef við erum að gera eitthvað nýtt, þá verðum við að byggja á rannsóknum. Þarna verður kennsla í háskóla íslensku, þetta er líka íslensku öðru máli. Þannig að við erum að hugsa líka þann fræðsla utan miðlun þar sem við erum að ræða hér í dag og þarna verðum við líka með sýningu á handritunum og íslensku tungu, þannig að við reynum að fletta því inn í það á
skemmtilegan og nýstárlegan hátt með að nota þetta margmiðlun og alla nýjustu tækni sem við getum hugsað okkur. En þannig að í húsinu sjáum við fyrir þessar stór eldu miðlun, ekki bara eins og ég segja á handritaarfinum, heldur líka á íslenskri tungu sem líka mikilvægt að fara nálgast hana líka ekki endilega sem auðvitað fornminjar, heldur eitthvað sem við sjáum hvernig við getum kveikt í gestunum sem líka koma hérna annars staðar frá. Við hugsum líka til okkar þeirra sem búa hér með annað móðumál. Það er auðvitað mikilvægt fyrir okkur sem stofnun í íslensku fræði, íslensku tungu, bókmenntum, að við horfum á Íslendinga sem eru af frá öðrum löndum. Og við erum til dæmis núna að vinna út í orðabókum, til dæmis með íslensk-pólska orðabók til að styrkja það samband við það samfélag. Og þetta skiptir þetta mjög miklu máli að hugsa sérstaklega þessa hluti. Við erum með máltækni, eins og ég var að segja áðan, og við erum að hugsa núna nýjar og skapandi leiðir til að miðla þessum arfi. Þetta óaðþreifanlegur arfur að mörgu leyti líka, eins og kom fram í máli þínu Dagrún. Af því þó að við með þessu handritin þá þetta líka eru textarnir, sögurnar, að segja sögur, það þarf að miðla því líka. Og þetta er spennandi áskorun fyrir okkur. Þarna er ég búin að segja þessi fjölbreyttu söfn sem við geymum. Þarna sjáðu Emily Lethbridge með einmitt kort úr örnefnasafninu. Og þar eru gríðarlega mikil verðmæti líka sem við viljum koma á framfæri á sýningunni. Og hérna er innan úr húsinu þar sem við horfum við til Hótel Sögu. Þetta er svona innigarðar inn í húsinu, mjög skemmtilega fallegt og bjart þegar við inn er komið. Ég ætla að segja ykkur bara nokkur orð sýninguna. Við erum að undirbúa sýningu í húsinu og það er auðvitað það sem við höfum verið vikið áður, skiptir miklu máli og hefur ekki verið sýning á handritunum í dálítið langan tíma og hefur auðvitað verið áður í bænum í safnahúsinu eins og þið munið sem hér eruð og við erum að undirbúa sýningu handritin og íslenska tungu í húsinu en líka á rafrænum miðlum. Við ætlum að nýta rafræna miðla og vefinn með og jafnvel eins og sagðir þarna augmented reality, hvernig var þýðingin þín? Viðbættur veruleiki, já. Þannig við erum að horfa á leiðir hvernig við getum nýtt það líka inn í þessa miðlun á sýningunni. Svo sýningin haldi áfram þegar við út er komið. Bara til að nefna nokkra áherslur, það er þetta svo mörg að taka þegar við höfum búin að vera í hugmyndavinnunni að sýningunni þá er þetta að gera svo margt. En eins og þið sem hefur hingað komið áður, þið hafa þurft að einbeita ykkur að einhverju ákveðnu og það hefur við verið að horfa á. Það er þetta fjölbreytt og ríkjulegt inntak handritana. Það er margbreytileiki tungumálsins. Við gleymum stundum því að tungumál hefur þróast mjög mikið á þessum 1100 árum pluss. Í alþjóðlega samhengi leggjum við mjög mikla áherslu á sýningunni. Af því þetta var menning sem var ekki bara íslensk, heldur átti heima hér allt í kringum hafið og náttúrulega áhrifin hafa komið í gegnum aldirnar. Sköpun heims og handrita ætlum við að fjalla og svo þýðingu handritan í nútímann. Og það er auðvitað alltaf mjög spennandi verkefni að horfa á ekki bara þýðingu handritan en auðvitað líka efni þeirra sem við erum aðeinslega að tala þá. Hér eru bara nokkra svipmyndir, sjáum við eigum svo mikið af stórkostlega efni í handritunum og bara listaverkum. Hér eru svona meira listaverk, myndir og oft eru síðurnar náttúrulega bara dökkar og svartar líklega eftir því að það verið notuð mjög mikið í fortíðinni sem sýnir bara hvað þau hafa verið lifandi. En þetta eru svona fallega síður og við ætlum líka að horfa á bókagerðina sem þessi skemmtilega tengir líka við landið og náttúruna sem birtist í gerð sjálfs handritsins sem auðvitað lifandi gripur. Og elstu gripirnir okkar auðvitað frá 12. öld og alveg framundir seinni aldir. Mér langaði að nefna þetta bara sérstaklega að við höfum verið að horfa á þetta og hugsa þetta hvernig við getum tengst sögustöðum og ritmenningarstöðum sérstaklega út á landi og allt land. Það er ekki að gangi eins og við vitið þetta rannsóknarverkefni ritmenningarstaðina, það sem við verðum rannsaka Staðarhól og Odda og Þingeyrar sérstaklega og svo hafa fleiri staðir komið þar inn í Helgafell til dæmis og áður hafa verið miklar rannsóknar í Skálholti og Hólum og það eru þetta fleiri staðir landið, Skriðuklaustur að sjálfsögðu líka þannig en þó hafa verið mjög stutt klaustri þar. Og það er þetta mjög mikilvægt að við hérna í bænum líka séum að tengja okkur út á landi þannig að þegar þú ferð á sýninguna að þú áttir hvar er þetta
hvar eru þessi staðir út á landi þar sem þetta var gert. Ekki bara hvað sögustæðinni voru, heldur hvar voru þessi handrit rituð. Og þetta viljum við gera og ég beini þessu til ykkar sem eru kannski með ykkur verkefni að vera í sambandi við okkur ef ykkur dettur í hug skemmtilegar tengingar að þessu leyti séð sérstaklega. Og hitt líka þetta alþjóðlega samhengi því handritin ekki búin til bara í einhver þröngu umhverfi Íslands heldur auðvitað í þessu stóra alþjóðlega samhengi. Og svona þetta sem við erum að horfa á að sýningin sé kannski svona einhvers konar miðja á allan hvernig við sjáum það en við reynum að tengja okkur út. Ég ætla að enda bara með því að ég veit að ég fór að líta á klukkuna, er allt í lagi? Já, er allt í lagi. En sem sagt, auðvitað vitum við að arfurinn hefur, ég kalla arfurinn sem kannski dálítið svona hátimbrað orð, bókmenntirnar, kvæðin, eddukvæðin, goðsögurnar, þær lifa ótrúlega miklu og svona spræku lífi í nútíma menningunni. Fyrst það þetta sem ég vildi nefna, auðvitað þetta safn, Árnasafnið, bæði varðveitt hér á Íslandi og í Danmörku. Við erum náttúrulega með sameiginlega ábyrgð á þessum arfi, Danir og Íslendingar. Það var sett á þennan Memory of the World, eða minni heimsins lista 2009 og við höfum ekki getað fylgt í almennilega eftir saman, þessi löndin 2, en nú erum við að vinna skipulega því að búa til verkefni þvert yfir til að geta lyft safninu. En það var sett á þennan lista ekki vegna þess að handritin var svo flott, heldur vegna þess að textarnir væru lifandi í dag. Og að þeir væru ennþá þýddir á tungumál heimsins og væru nýjar þýðingar og það væru ennþá verið að nota textana og njóta þeirra. Og þetta sjáum við auðvitað þessari dægurmenningu sem auðvitað allt í kringum okkur, að það er ótrúlega við finnum mjög mikið fyrir því Árnastofnun, fáum mjög mikið að kvikmyndatökumönnum frá sem að gera þætti og bara heimildaþætti þessa dægurmenningu og víkingana sjálfsögðu, þó við tölum ekki víkingana, heldur víkingatíman, að það er ótrúlega mikið vitneskja þennan grunn sem hér Og þetta getum við ekki nýtt ykkur í svona þjóðernslegu tilgangi, heldur bara til að koma þessum textum og þessum efniviði á framfæri og tengja á nýjan og skapandi hátt með þá grunn í nýjum rannsóknum og nýjum viðhorfum til efnisins og svona önnur svona sambærileg læra. Ég ætla nú að enda þar, ég ætla nefnilega að fylgja tímanum. Já, en kannski... og bara segja bara við hlökkum til að sjá okkur þegar húsið náttúrulega risið. Það verður afhent væntanlega stofnuninni til allavega að fara að skoða innanhús allavega sem notandi í næsta mánuð, vonum við. Og svo kemur ljós hvernig gengur með að koma öllu starfsemin í gang þar inni, en vonandi vel og hratt þannig að við getum opna húsið og opna sýningu sem fyrst. Þannig að hlökkum til að sjá okkur þar. Einhverja spurningar? Aðeins varðandi kynningu á safninu, við getum að það þannig. Já. Til útlendingar, þeir hafa það að sækja í gamla landsbókasafninu þar. Já. Í Þjóðleikhúsinu, Já. Það náttúrulega engin sýning lengur. Nei. Og það vera lengi, Nei, þetta hefur verið vandamál þegar við mistum þann stað. Það er 10 ár síðan. Það er ótrúlega tími líður, 2013. Og þá voru vonir til að húsið myndi rísa hraðar upp. En já, við höfum reynt bara að koma til móts við það að láta vita að það sé engin sýning, sem nú frekar leiðilegt. En það voru nokkur handrit á sýningunni sem tók við í safnahúsinu muniði. Og þau voru náttúrulega bara... Smá í landnámssýningunni? Já, það voru svo smá tímabili þegar fengum við smá pláss í landnámssýningunni en til að hafa sýningu þar. En við höfum þetta ekki geta miðlað þessu. Þetta er mjög erfitt af því það er mikið af fyrirspurnum og slíku. En nú fyrir að væntast hagur. Já, við munum koma því til skila þegar við getum sett nákvæmlega dagsetningu á það. Við getum ekki gert það akkurat á þessum tímapunkti eins og ég skilur því. En þetta er alltaf að koma, eins og sagt þér. Já. Takk fyrir ykkur. Takk hérlega. Já, þá býð ég hann Skúlabjörn Gunnarsson, forstöðumann Gunnarsstofnunar. Velkomin að pontunni hérna. Hann ætlar að segja okkur frá með söguna í vasanum, nýjar leiðir til miðlunar menningararfs. Velkomin Skúli.
Sælverði, félagar í samtökunum og safnafólk og aðrir hér áhugasamir þetta allt saman. Og takk fyrir Ísastofa að halda þetta með okkur. Það ég ætla að biðja þá sem eru í streyminu einmitt að afsaka það að verða engar breytingar á sjónarhorni hér á streyminu, þar sem ég ber ábyrgð á streyminu líka til ykkar. En nú varum við þetta sjónarhorn í okkur sem eru þarna í fjarskanum líka. En nú yfirskrift málþingsins að það er nýsköpun tækifæri söguferðarþjónustu og það er að nóg að taka og margt að gerast eins og komið hefur fram hér. Sumir hverjir eru nú búin að heyra, ég er nú svona aðeins að endurvinna einhverja glærur sem ég hef verið að þylja yfir fólki í safnageiranum og víðar síðustu mánuðina, en vonandi kem ég með eitthvað nýtt líka. En ég svona ætla að beina sjónum mínu kannski fyrst og fremst að þessu sem ég kalla töfrastokkin sem við erum eiginlega hvert okkur með í vasanum orðið í dag og kemur nú svona og tengir svolítið við það sem Dagrún var að tala varðandi viðaukinn veruleika og viðaukinn eða viðbættan, þetta í hvort við veljum. Og þannig að það svona, já það er mörg tækifæri sem liggja í því. Skriðuklaustur og uppbygging Gunnarstofnunar hefur verið svona mitt viðfangsefni frá árinu 1999, seint á síðustu öld. Og þar höfum við auðvitað staðið frammi fyrir ýmsu og ég upp á allt þetta nú bara snúast skáldið Gunnar, en svo fengum við eitt stykki miðaldaklaustur í fangið með einstökum 10 ára uppgreftri og við höfum svona þar af leiðandi úr ýmsu að moða og höfum reynt að leggja okkur fram við það að skoða nýja strauma og stefnur á sviði menningarmiðlunar. Og það er ekki síst í gegnum þáttöku í svona verkefnum sem hafa meðal annars verið í gegnum Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins, NPA-verkefni. Þeirra stærst var þetta 3 ára verkefni sem við kölluðum SÍNE, sem snerist mikið að kanna með hvaða hætti smærri stofnanir og söfn í hinum dreifðu byggðum norðurslóða getur nýtt nýja tækni og aðferðir til að kanna, varðveita og miðla arfleifð sem að tengist menningu og náttúru. Og í því verkefni voru búnar til verkfærakistur og gerðar ýmsar tilraunir til miðlunar og meðal annars endursköpuðum við klausturbyggingarnar á Skriðuklaustri í sýndarveruleika í því verkefni sem að þannig að við erum búin að vera með í rauninni þetta þrívídda líkan sem að menn hafa getað farið í Unreal, með hjálp Unreal leikjavélarinnar á Skriðuklaustri núna í 4 eða 5 ár orðið. Og mörg ykkur eru eflaust búin að prófa það. En í tengslum við þessi verkefni þá höfum við síðan staðið fyrir smærri og stærri viðburðum og í samstarfi við marga aðila. Og síðasta sumar þá voru eflaust ykkar á góðu stefnumóti stafræna miðlun og varðveislu menningararfsins sem var efnt til í veröld. Þar voru 40 erindi og við vorum með 6 málstofur og þetta var allt hybrid eins og það er kallað, þannig að þessu voru öllu streymt og þáttakendur víða úr heiminum. Og þið getið skoðað þær og mjög mikið af forvitnilegum erindum og undir northernheritage.org sem er svona, við erum svona að reyna að búa til svolítið samstarfsnet þar undir meðal þeirra sem eru að vinna og svolítið þverfaglegt sem er nú svona lykilorðið í dag svolítið. Að þar er eitt og annað að finna það og tenging síðan við mörg af okkar verkefnum og annara á þessu sviði. Nú, síðustu haustmisseri þá er maður síðan búinn að vera aðeins í háskólabrölti aftur og búinn að vera að kenna áfanga í hagnýttri menningarmiðlun með Háskóla Íslands leikjavæðingu og menningarmiðlun og síðastliðið haust þá byrjuðum við María Ásdís Berntsen með áfangar stafrænar lausnir við rannsóknar og miðlun alþýðufræðimennskra tíma eins og við kölluðum það. Hann verður aftur kemdur næsta haust fyrir það sem hafa áhuga á að dilla sér í tíma hjá okkur. En já, þetta hefur svona allt leitt til ýmissa heilabrota menningarmiðlun á nýjum tímum hjá söfnum og setrum og bara svona þeim sem fást við að miðla menningararfinum. Við vitum auðvitað öll safnastarfsemi og hún snýst þetta klassíska að varðveita og skrá við lina með skipulegum hætti, rannsaka og miðla síðan þekkingunni til komandi kynslóða.
Ég held að við getum alveg öll svona tekið nokkuð undir að söfn í eðli sínu og þá eru það frekar íhaldsamar stofnanir sem að byggja á fastmótuðu skipulagi sem að jafnvel á bara rætur að rekja allt aftur til 19. aldar. Hins vegar hafa söfn og setur þurft að takast á við margar nýjar áskoranir núna á síðustu áratugunum, kannski bara ekki síst á þessum fyrstu 2 áratugum 21. aldarinnar, vegna örra samfélagsbreytinga, nýrar söguskoðunar, vaxandi samkeppni afþreyingu og hraðrar tækniþróunar með stafrænni byltingu. Hraður vöxtur í ferðaþjónustu hefur síðan líka leitt til aukins þrýstings á menningar- og safnageirann að standa sína plikt hvað varðar afþreyingu og miðlun. Og við sem erum í safnageiranum og þessum, svona safn- og setrageiranum að okkur fórst við okkur stundum vera svolítið afskipt. Það var meðal annars einn ástæða fyrir því að samtök söguferðaþjónustu voru stofnuð. En ég held að það sé nú allt svona, samtalið sé allt orðið miklu betra í dag heldur en það var 2006 þegar við stofnuðum samtökin. En einn stærsta áskorun auðvitað að nýta nýja leiðir til miðlunar. Og stafræna byltingin, veraldavefurinn, þetta hefur allt opnað gáttir að botnlausum þekkingabrunni sem að allir eiga að geta haft aðgang að. Mismunandi auðvitað hversu aðgengið gott eftir löndum og menningarsvæðum. En þekkingin hún ekki lengur læst inn á söfnum og stofnunum þar sem að fáir útvaldir geta nálgast hana, þökk sé hinni stafrænu tækni. Og það sem við höfum lært á síðustu áratugum að opinn aðgangur að menningararfi leiðir til þverfaglegri rannsókna og nýrrar sköpunar. Og ég vitna svolítið í þessa oft. Sara Kenderdine heitir prófessor í stafrænni safnafræði í Sviss. Hún forsvarið þar fyrir stofnun sem heitir EM+, sem sérhæfir sig í tilraunum og nýsköpun á sviði safnafræða. Og Kenderdine hún hefur lagt mikla áherslu á það að mikilvægi nákvæmar stafrænnar skrásetningar á minjum og menningararfi. Við með risaverkefni í því sambandi og þá ekki síst akkurat á stafrænar endurgerðir sem leið til varðveislu, en síðan hefur hún sömuleiðis verið að sýna fram á það og mikilvægi þess að nýta tækni og listir til að færa þessar endurgerðir eða stafrænan menningararf yfir í sýndarveruleika meðal annars og gera þannig fólki kleift að upplifa fortíðina með nýjum hætti. Og þetta er bent á góða grein eftir hana Söru í þessu greinasafni sem kom út fyrir 1,5 árum síðan og síðan hægt að finna marga fína fyrirlestramiðana á YouTube. Stafrænar endurgerðir, þær gefa okkur færi á að leika okkur með menningararf og geyma frumgerðirnar á öruggum stað. Og við getum tekið nærtækt dæmi á Skriðuklaustri að þá höfum við byggt miðaldaklaustri auðvitað í þessum sýndarveruleika og nýtum bleikjavélina til að gera fólki kleift að ganga þannig inn í fortíðina. Svo opinn aðgangur, dæmi það eru þrívíðar myndir af gripum sem komu upp í rannsókninni, eins og þessi illa varðveitta högukúpa af einum þeirra 300 sem grafnir voru í Klausturkirkjugarðinum, 1% þjóðarinnar á þeim tíma reyndar. Og högukúpana hún ber þarna merki áverka af völdum eggvops. Við getum velt fyrir okkur, þetta áverkar eftir sverð eða þetta bara eftir eitthvað rekublað eða allavega hana. Þessi þrívíða mynd, hún aðgengileg öllum gegnum Sketchfab gáttina og þar með geta í sjálfu sér beinafræðingar og aðrir áhugasamir allan heim borið þetta saman við svipað áverka og höfuðkúpan gæti einnig kveikt í rithöfundi að skrifa kannski bara sögu gamlan krossfara sem endaði daga sín á Skriðuklaustri. Þannig að þetta opna aðgengi að það getur þannig leitt til aukinnar þekkingar og sköpunar sem aldrei yrði ef við höfum bara frumgerðina sem í geymslum Þjóðminjasafnsins. Og við höfum alveg glænýtt dæmi akkurat þetta, hvernig þetta opna aðgengi býr til eitthvað nýtt. Það var bara núna fyrir nokkrum vikum eða nokkrum mánuðum að þá var það önnur hauskúpa frá Skriðuklaustri sem einnig aðgengilega gegnum Sketchfab og þessar þrívíðu myndir voru unnar einmitt í sýniverkefninu. Þegar komu Skotar og fóru í geymslurnar á Þjóðminjasafninu og unnu þrívídda líkun af einum 70 eða 100 gripum. Og þessi högukúpa hún ber merki sárasótt og þetta af konu sem lést á 30-aldri og þetta eru mjög skýr og greinilega merki og núna í nóvember þá birtist allt í einu á netinu grein þar sem þrívíddalíkanið ásamt rannsóknum á beinunum hafi verið nýtt sem grunnur til að búa til þrívíða mynd sem sýnir síðan hvernig sjúkdómseinkenni getur það birst á konunni í lifandi lífi.
bregð hér upp fleiri myndir frá Skriðuklaustri. Þarna sjáum við 3 kynslóðir vera að upplifa þrívíddarlíkan af klausturbyggingunum í sjálfu rústunum með sýndarveruleikaglerugum. Og svo sjáum við þarna notkun á viðaukna veruleikanum. Í staðinn fyrir litla dýrið sem að Dagrún var með í hendina, þá erum við hann að koma með styttuna af heilagri Barböru út í rústirnar í símanum hjá okkur og getum mátað hana við, ætli hún hafi staðið þarna á altari eða hvar ætli hún hafi verið. Og þetta er akkurat augmented reality eða AR, viðaukinn veruleiki, viðbættur veruleiki. Að þetta held ég tæknilaust sem þetta er bara tæknilaust sem að við í menningararfsgeiranum bara við hljótum að elska hana, sko. Þetta opnar svo margar nýjar leiðir til þess að leggja svona hálfgagnsæ lög af sögunum sem við viljum segja yfir landslægið eða yfir sýningar og hjálpa til að svona stækka allar sýningar og koma þeim út í menningarlandslægið sjálft. Hvers vegna getum við ekki bara sett upp sýningar og miðla menningararfinn á sama hátt í dag og við gerðum fyrir 25 árum? Menningararfurinn hefur ekkert breyst, en það sem hefur eins og breyst, það er gesturinn. Sá sem er alinn upp í stafrænum heimi, hann hugsar og hegðar sér allt öðru sem við sem ólumst kannski upp bara við að lesa bækur og spila Matador. Það sem áður voru 10 línur á texta með núna kannski bara vera 3, athyglisspönnin, hún hefur einhvern veginn styst, sömuleiðis hefur krafan persónubundna upplifun, hún hefur vaxið og gesturinn vill fá sína upplifun, til dæmis með því að fá einkatúr með leiðsögumanni eða nýta tæknina til þess að verði svona persónulegra. Myndmáli það skiptir öllu og yngri kynslóðir sem eru vanar að meðtaka og tjá sig með myndrænum hætti að þær hafa bara hreinlega allt aðrar væntingar heldur en hinir og hafa væntingar sömu tjáningu þegar kemur að menningararfinn. Gagnrýnin hugsun, hún hefur einnig vaxið auðvitað og fólk er miklu meðvitaðra margt en áður var. Fyrir vikið þá viljum við sjá hlutina setta í samhengi bæði við söguna og einnig nútíman og síðast en ekki síst að þá erum við hætt að vaxa upp úr leikjónum og nú vaxa leikirnir með okkur og eins og Dagrún var að minnast á rafleikina sem hún var að nota á ferðalögum sínum erlendis. Þessi þróun í nýtingu snjallsímans til menningarmiðlunar, hún hófst í raun með tilkomu iPhone snjallsímans árið 2007. Þetta er ekki langt síðan. Hér á landi þá voru þau Kjartan og Sirrí í Landnámssveitinni í Borgarnesi að þau voru brautryðjendur með Leifi og Steinunni sem að stofna og reka enn fyrirtæki Locatify. Þau í samtökum með söguferðarþjónustu ætlaði ekki verið á málþingi hjá okkur 2007-2008, þá var Kjartan einmitt að kynna til sögunar vélsögumannin og það sem var hægt að fara söguslóður Egilssögu og nýta GPS staðsendingatækni símans til þess að setja leikarænum frásögnum af stað í iPhone-unum. Smart Guide heitir þetta app hjá Locatify og er mikið notað víða lönd enn í dag og Turfund appið frá þeim líka sem að býður einmitt upp á meiri leikjavæðingu. Tækninni hefur nú heldur betur fleygt fram hann síðan 2007 og ferðamenn allan heima þeir geta sótt sér allskyns upp í símann til að fræðast sögu og menningu þeirra staða sem þeir heimsækja og Dagrún nefndi mitt Pokémon Go og það er leikur sem að byggir á þessum viðaukna veruleika þar sem að tölvuteiknuðu verurnar birtast í umhverfum á völdum stöðum. Norðmenn hafa búið til app sem að nýtir sömu tækni til að sýna þjóðsagnaverur út í umhverfinu. Hidden.no getið þið kíkt á og þeir eru búin að setja ýmislegt inn í þetta og þannig að þetta er svona, hvort sem það er viðaukinn veruleiki, sýndarveruleiki, blandaði veruleiki eða hvað við köllum þetta allt saman þá er þetta allt spennandi nýju kostir til miðlunar og ekki síst því að þetta opnast möguleikar til að tengjast út fyrir rýmið, sýningarrýmið og hvort heldur þá er inn í stafræna gagnagrunna með óþrjótandi fróðleik eða út í menningarlandslagi sem við getum núna klætt þá með upplýsingum á ýmsu formi. Hvaða möguleikar færi þessi nýja AR-tækni okkur til dæmis? Að hún færir okkur, við getum endurskapað horfna byggingar auðvitað og það eru komin ágætis og var meðal annars verið að segja frá skemmtilegu verkefni á eyjunum við Skotland á ráðstefnunni hjá okkur í Veröld þar sem þeir reyna að nota viðaukinn veruleika til þess
þar sem þú getur farið með símaðinn og í sjálfu sér farið inn í byggingarnar eða kíkt inn í byggingarnar á staðnum. Það ýmis tæknilausnir til í þessu til þess að fara og koma og setja þrívíddarlíkanið niður á rústirnar orðið í dag og bara allt að verða einfaldara í því móti. Og gömlu munirnir í þrívídd á staðnum, þeir eru eins og þið sáuð með heilaga Barböru. Þetta er orðið einfalt í dag. Ef gripurinn til inn á Sketchfab þá er Sketchfab bara með AR app sem að þú getur farið og bara tekið þetta. Þannig að ég var einmitt að hugsa bara undir fyrirlestunum, já, við erum ekki búin að setja QR-kóðan á skiltin niður í rýmunum í klausturrústunum. Þannig að menn skannið þá bara inn og fái upp hérna Sketchfab þrívíddarlíkanið. En það er sem sagt ekkert orðið mál í dag. Svo er það auðvitað, við getum verið með þessi litlu leiðsögumenn með okkur í vasanum og í vor við erum akkurat að vinna í þeirri þróun núna og að við erum búin að endurskapa Ugga litla úr Fjallkirkjunni sem verður svona lítill leiðsögumaður fyrir yngri kynslóðina þegar hún kemur í heimsókn á Skriðuklaustri og mun birtast þeim í símanum. Þannig að og svo er náttúrulega hægt að bregða á leik með því að nota AR-tæknina til þess að bæta alls konar leikmunum inn í umhverfið. Það verður auðvitað verið bent á það að þetta nýtist ekki síst einmitt fornminjum og minjastöðum og það hefur verið eiginlega helsta notkun kannski á þessu í Evrópu og samkvæmt rannsóknum að þá eru svona flest smáforrit sem hafa verið gerð í þessu í Evrópu að þau eru fyrst og fremst tengd Spáni, Bretland og Ítalíu, þannig að við verðum að herða okkur. En við alla miðlun og menningararfi gegnum snjallsíma úti á vettvangi þá auðvitað skiptir sköpum að hafa opið aðgengi að efni á netinu og helst netsettu og það er farin af stað hér á landi ýmiss konar metnaðarfull vinna meðal annars hjá Árnastofnun í að samþætta ólíka gagnagrunna og miðla upplýsingum úr þeim gegnum svona notendavænar gáttir sem hægt er að tengjast gegnum símann. Og Ísmósvefurinn hann er bara mjög fínt dæmi þetta. Á honum get ég til dæmis skoðað hvað upptökur eru til sem tengjast Skriðuklaustri og þjóðsögur í grenndinni og með því að snittseta gögnin og kera síðan saman inn á kortagrunna þá fæst sem sagt ný nálgun og jafnvel nýtt samhengi. Kringum heitir íslenskt app sem var vinsælt á ferðalögum Íslendinga innanlands á COVID-tímum og er búið að nota mikið. Í því eru hnitsettar þjóðsögur og upplýsingar sem eru aðgengilegar á netinu meðal annars á Wikipedíu sem gerir ferðamönnum kleift að fræðast svona nærumhverfið hvað sem eru staddur á landinu og mjög metnaðarfullt lítið verkefni. Fyrir austan þá sáum við fram á mikið Íslendingasumar árið 2020 þegar að heimsfaraldurinn hafði lokað á flæði landans til útlandana og eitt af því sem við gerðum var að leikjavæða ferðalag fjölskyldunar með leik sem við kölluðum Leitin að gulli ormsins. Markmiðið það var að dreifa fólki svæðið og vekja athygli á áhugaverðum stöðum með þjóðlegum fróðleik og þetta var svona sagan var í grunninn þessi. Héraðið er í hættu og þið verða að hjálpa förunni til hringsins til að bjarga því. Gullhringurinn sem lagafljótsormurinn liggur á í fljótinu er horfinn og skrýmsli mynd brjóta hlekki sín ef hringurinn finnst ekki. Þannig að við tengdum þetta svona þjóðsaganum uppruna lagafljótsormsins, hringadróttins saga svolítið, við erum alltaf með héraðið og svo hetjur úr Íslendingasögum til aðstóðar og svo þjóðsögur og sagan og minjar. Við notuðum leikjagrunni hjá Locatify með góðum árangri í þetta, Törfund appið og þannig að þessi leikur er spilaður í snjallsímanum síðan og það er stigatefla, þannig að menn gátu svona verið að keppa hver við annan. Til að kynna leikinn þá brentuðum við kort og inn á það þurfti að færa stafi sem að spilararnir komast yfir með því að leysa þrautir á veldum stöðum, þannig að þetta var svona aðeins flóknara heldur en bara í símanum. Og síðan á bakhlið kortsins og þá vorum við með tillögur að dagsferðum í héraðið. Þetta fekk ágætis viðtökur, við höfum þurft að setja meiri pening í markaðssetningu eins og alltaf. Það er alltaf erfitt að koma einhverju nýju á framfæri. Þannig að einhverju sem að sáu þetta útprentaða efni okkar að þeir myndi spurðu og hvað er þessi leiksýning? Þannig að fólk er líka bara ekkert alveg svona farið að meðtaka þetta ennþá. En eins og þið sjáu að þessu þá er ekki ástæðulausu sem ég segi að við getum haft söguna í vasanum. Snjallsíminn hann býr yfir óteljandi möguleikum til miðlunar, hvort heldur inn á safninu eða út í náttúrunni. Í áratugi þá er búið að vera að tróða upp á safngestum allan heim leiðsögutækjum. Nú er nánast hvert mannsbarn komið með mínitölvu í vasan sem hægt er að virkja til alls konar hluta. Hvers vegna gerum við það þá ekki meira mæli? Við getum sótt QR-kóða sem að fólk skannar
með símanum og þá flyst á viðeigandi upplýsingasíður gegnum netið. Margir eru í dag að nota náttúrulega síman til þess að borga fyrir. Það NFC-tæknin eða Near Field Connection. Það getum við notað til þess að ræsa upp líka síður gegnum netið inn í síman. Og svo það hljóðleiðsögnin. Hún held ég eitthvað sem við eigum alveg að horfa meira á því að það er heyrnartólur að verða staðalbúnaður hjá öllum sem yngri en 40 og fólk kann orðið að hlusta aftur. Og fyrst og fremst þá líka bara það ótal gáttir á netinu sem að eru komnar sem við getum notað í stað þess að smíða alltaf endalaust ný upp. Nýjum kynslóðum það fylgja nýjar væntingar og reynsluheimur þeirra allt annar en foreldrar þeirra og ef Söfn og aðrar menningarstofnanir ætla að ná til þeirra sem alast upp í tækniheimi 21. aldar þá dýr ekki að stinga höfðinu í sandinn og halda þróunin stöðvist. Við verðum að sækja fram og huga nýsköpun og færa okkur akkurat í NIT, opna og samtengda stafræna heim og allar þetta tæknilausnir sem að koma fram. Safngesturinn, ferðamaðurinn hefur nefnilega gjörbreyst og þarfir hans eru allt aðrar en fyrir 100 árum eða bara fyrir 10 árum. Við erum ekki að nota tæknina heldur vegna þess að nota tæknina vegnar, heldur vegna þess að við þurfum að nota tæknina en þess að stafræn tæknin hún hefur bara breytt gestinum okkar. Eins og hún Jane Finnis benti á fyrir 10 árum síðan og stýrði verkefni 23 menningarstofnun í Bretlandi. Og þetta var staðan 2013, hvað stöndum við þá í dag? Hérna eru nokkuð lykilatriði notin í lokin svona á þessu en þegar öll eru á botni hvolft og þá skiptir auðvitað höfuðmáli að við séum meðvituð gestin okkar og náum að skapa eftirminnilega upplifun, hvort sem það fyrir grunnskólabarnið eða ömmu þess eða ferðamanninn frá Asíu, hvort sem það inni á safninu eða úti við Álfasteinin. Og útfærslurnar þær eru óteljandi en aðalatrið er auðvitað sýningin, miðlunin nái markmiði sínu, sagan sé góð og gesturinn upplifir töfrana sem að leiði til þess að minningin verður sterk. Takk. Takk að þér skóli. Kannski tími fyrir svona 1-2 spurningar. Ef einhver eru með einhverjar spurningar. Já, komdu með þessi. Innihaldið í þessu? Það er náttúrulega bara mjög mismunandi. Já, spurning innihaldið. Já, spurning innihald, hvert við erum að leita í því. Við vinnum dálítið mikið og þessi margmiðlunarverkefni sem við höfum tekið þátt í og stýrt jafnvel að þau hafa gengið dálítið mikið út af það að gerum litlu söfnin og stofnanirnar og setrinn sem eru í hinum dreifðubyggðum, reynum að gera þau eins sjálfstæðu þau geta verið. Það er að segja að þau þurfi ekki sífellt að vera að leita sér hjálpar. Af því að það er orðið, þetta er svo gjörbreytt umhverfi bara á 10 árum hvað er hægt að vinna mikið af kontenti með einföldum hætti og síðan setja það í ákveðin ramma og koma því fram til miðlunum. En auðvitað þurfum við Sirrí að leita til listamanna eða eins og með Uggalitla að fá sérhæfðan svona skapandi teiknara í animation til þess að búa til Uggalitla og svo förum við með það í svona motion captive studio til þess og fáum leikara með okkur og allt svoleiðis sko. En það er hægt að gera orðið mjög margt fyrir ótrúlega lítinn pening bara ef menn svona geta náð að gefa sér smá tíma til að fara kafa ofan í og skoða verkfærakistur sem eru í víða opnar. Ég er með eina spurningum. Við sáum hérna í morgun dagskráin er seinkað 10 mínútur út af svona tæknivandamálum. Tæknin vill oft stríða og ef við ætlum að nýta okkur svona mikið tæknina, hvernig hefur ykkur gengið með það á skriðuklusti? Það gengur bara alveg þokkalega sko. Það er auðvitað, þetta er alltaf það fyrsta sem að safnafólk kemur alltaf upp með að maður kemur með já, hvernig notum við ekki eitthvað meira tækni, það er alltaf bölva vesen með þetta er alltaf bilað og svo er þetta orðið úrelt maður er búinn að setja þetta upp. Og auðvitað er eitthvað til í því, en ég held nú samt sem áður að tæknin sé nú að verða áreiðanlegri og við kannski að farin að læra betur á hana heldur en við gerðum. Þráttur það sem gerist í morgun. Já, þakka fyrir skóli. Þá er það síðasta atriði á dagskránu hérna hjá okkur í dag. Það er Birna Lárusdóttir, fornleifafræðingur. Hún ætlar að segja, hennar erindi með yfirskriftinni Ferðast víddir tímans, minjar, landslag og ferðamenn. Velkomin Birna.
Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma hingað í dag. Birna Lárusdóttir heiti ég og sem sagt fornleifafræðingur. Ég svona ekkert ósvipað Dagrún sagði frá áðan að ég svona manneskja dálítið margra hatta og ég sem sagt starfaði lengi og hef lengi starfað á Fornleifastofnun Íslands alveg frá árinu 1999. En síðustu 4 árin hef ég verið að vinna í doktorsritgerðinni minni og verið í stöðu á stofnun Árna Magnússonar. En það sem ég ætla að segja ykkur frá hérna í dag er aðalega þess að snýr að starfinu innan fornleifafræðinnar. Eini gallur sá, ég sé núna eftir að hafa hlustað á erindi hérna í dag að bara þessum 4 árum sem eru liðin síðan ég var mest viðloðandi fornleifafræðina, það er svo ótrúlega margt gerst og margt breyst og það er svo margt í gangi. Að ég sé að ég hef bara eiginlega dregist aftur úr og það er bara ótrúlega ánægilegt að sjá hvað er margt að gerast í þessum bransa. Fornleifafræðingar hafa kannski ekki verið mjög virkir í svona stórum verkefnum sem varða miðlum en miklu frekar eru þeir auðvitað í því að safna grunngögnum sem að við viljum gjarnan koma á framfæri. Þannig að það eru svoleiðis verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá hérna í dag. Nýir áfangastaðir eru auðvitað talsvert ræddir innan ferðaþjónustunnar og hafa verið lengi. Þeim er alltaf að fjölga þessum stöðum sem virðast hafa alveg ótrúlega mikið aðdráttarafl. Stuðlækir, Fjaðrárgljúfur, Geldingadalir og margir fleiri. Og eins og fræðimenn innan ferðamálafræðinnar, Gunnar Þór Jónsson og Katrín Anna Lund hafa nýlega bent á er þróunin afleiðing margra samverkandi þátta þar sem ýmsir geta haft áhrif. Það eru auðvitað ferðaþjónustufyrirtæki, landeigendur, stórstjörnur eins og Justin Bieber, leiðsögumenn og síðan bara náttúran sjálf eins og í tilfelli Geldingadala sem við þekkjum þetta vel. Það eru auðvitað gerðar alls konar greiningar til að meta þörfa á nýjum áfangastöðum og við höfum heyrt ýmis dæmi hérna í dag og alltaf hefur verið að stýra umferð ferðamanna sem síðan er auðvitað ekki einsleitur hópur heldur mjög margvíslegur og misjafnt á hver og einn sér eða fær út á hverjum stað eins og sést á þessari mynd hérna sem ég stal úr Iceland Magazine á netinu. Það er stór merkilegt að hugsa það hvert fólk fer og hvers vegna, hverju það sækist eftir og hvert ég er síðan beint. Og það er auðvitað lengi verið rætt að koma menningartengdum stöðum meira á korti hér á landi og það sem ég ætla að tala um í dag fellur undir það eru minjastaðir og fornleifastaðir. Þannig að það sem ég ætla að gera hérna svona í aðalatriðum er að sýna ykkur nokkuð dæmi frá síðustu árum, segi ég, þó ekki síðustu 4 árum, tilraunir til að kynna slíka staði fyrir ferðamönnum. Og þegar ég segi ferðamönnum þá er ég bara að tala um hérna í víðu samhengi. Ég veit að þetta mál er flókið, það eru íslenskir og erlendir ferðamenn og það eru auðvitað ótrúlega margvíslegir hópar sem eru líklega til að sækja heim minjastaði. Og mér vitanlega hefur ekki verið gerð nein greining á því hvers konar minjastaðir henta hvaða hópum. Það er ákveðin hefð fyrir því á Íslandi að tala minjastaði svo frekar niður, eða það var þannig lengi. Það er fræg tilvitnun í sóknarprestinni í Selvogi, séra Jón Vestmann, í sóknarlýsingu árið 1840, þar sem hann segir aðspurður um fornleifar á svæðinu, engar fornleifar eru hér af neinu merkilegu. Og rúmum 150 árum síðar, sem 93, þá er gefið þetta þjóðminjakort hérna af þjóðminjasafninu og náttúrulega bara ótrúlega athyglisvert að sjá hver þróun hefur verið síðan þetta kort kom út. Ég rakti á sínum tíma svolítið umræðu sem verðum þetta kort í fjölmiðlum og þar kom meðal annars fram að það væri mjög mikilvægt að draga athygli að þeim fáu stöðum þar sem væri einhverja sýnilega minjar frá fornum tímum. Þeim fáu stöðum, finnst það mjög merkilegt í ljósi þekkingar í dag og svona breytinga á viðhorfum. Þetta er sem 93, síðan kom út skýrsla 2001 menningartengda ferðaþjónustu og þar var þeirri hugmyndandi haldið á lofti að menningararleið Ísland væri einkum varðveitt í reitheimildum og handritum og þar leiðandi var fókusinn svolítið settur á þá þætti í þessu plaggi. Nú síðan þá hefur greinilega mikið vatn runnið til sjávar og það er ýmislegt að gerast og maður sér náttúrulega þar sem að tala um til dæmis Yngvi hérna landsáætlun uppbyggingu innviða og framkvæmdasögu ferðamannastaða hefur eitthvað þátt í því að þróunin er að verða töluvert mikil og við erum bæði að sjá nýja áfangastaði eins og til dæmis Kálfhamarsvík á Skaga og Ólafsdal í Gilsfirði.
En það líka verið að hlúa að hérna eldri minjastöðum sem hafa lengi verið sóttir heima af ferðamönnum. Við þekkjum auðvitað öll svona staði sem eru til sýnis, einhvers konar sýningar sem hafa verið aðgengilega lengi. Hér auðvitað Þjóðveldisbærinn, Stöng í Þjórsárdal og Eiríksstaðir í Haukadal, hvorutveggja staðir þar sem að híbýli frá fyrstu öldum hafa verið grafin upp og síðan reistar tilgátubyggingar. En rústunum sjálfum hefur hins vegar verið sýnt minni athygli þó þessi í báðum tilvikum frekar nálægt. Og í báðum tilvikum, í báðum þessum verkefnum var þetta hægt út af fjármagni sem var sett í verkefnin út af svona einhverjum merkum tímamótum í sögu þjóðarinnar. Annars vegar var það landafundaafmælið í tilviki Eiríksstað og hins vegar 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar í tilfelli Þjóðveldisbæris sem endurspeglar auðvitað svona dálítið sterka tengingu milli fornleifa og þjóðernis í huga þeirra sem ráða yfir fjármagninu. Það síðan auðvitað töluvert til að byggingu með rústum frá víkingaöld sem hafa verið grafnar upp og hafa verið rannsakaðar og eru aðgengilegar. Það má nefna Hofstað í Garðabæ sem ég heyrði núna áðan að það er verið að endurhanna víst sýningu. Vatnsfjörður við Ísafjarðardjúp einn af þessu stöðum og síðan auðvitað Landnámsskálinn sem er svo að segja stoppaður upp í Landnámssýningunni í Hallstræti. Og svo höfum við auðvitað líka yngri minjastæði eins og Gásir í Eyjafirði og Skriðuklaustur sem Skúli talaði og Skálholt sem hér sést. Allt staðir þar sem fóru fram rannsóknir árabil fyrir fé úr kristnihátíðasögunni. Og alls staðar eru rústir aðgengilega fyrir ferðamenn en auðvitað mjög misjafnt hvað menn eru langt komnir í að kynna þessa staði. Og sjálf myndi ég vilja sjá Skálholt komið miklu lengra. Þar eru menn ennþá að glíma vandamál eins og bara hreinlega að hreinsa illgrisi úr rústunum. Þetta þarf auðvitað allt viðhald og þarf ákveðna innviði í kringu svona staði. En það er ekki alltaf þannig að þurfi margra ára uppgröft til að gera minjastað áhugaverðan eða fýsilegan áfangastað. Og það er þannig að það er til gríðarlega mikið af upplýsingum alls konar minjastaði sem að fornleifafræðingar hafa safnað á síðustu áratugum í gegnum fornleifaskráningu sem að eru verkefni sem eru unnin lögum samkvæmt sem stillt í tengslum við skipulagsmál, aðskipulag eða deiliskipulag, en líka stundum í gegnum rannsóknarverkefni sem miða það að ná yfirsýn yfir minjar á stórum svæðum og hafa það fengið styrki úr ýmsum sjóðum. Það er talið að minjastaðar á Íslandi, svona gróft metið, geti verið alltaf 200.000, sumir segja fleiri, sumir segja færri, það fer svolítið eftir hvernig er talið. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlegu fjöldi staða. En fram að þessu er sennilega ekki nema helmingur aðeins sem hefur verið skrásettur á vettvangi. Þannig að þetta er raunverulega stutt komið þessi grunnsöfnun upplýsinga. En samt sem áður er þarna heilmikill brunnu sem er hægt að leita í. Það eru þykkir doðrantar, skýrslur eins og þessar sem eru hérna, sem að því miður lenda allt of oft bara í upp í hillu á skrifstofu sveitarfélaga. Það eru alls konar staðir sem hægt að lesa um þessu skýrslu sem að teljast til fornleifa, lögum samkvæmt. Það eru til dæmis rústir af bílum, manngerðir hellar sem við höfum nú séð skjótast upp á stjörnuhimininn á síðustu árum. Tóftir skepnuhúsa, þingstaðir, verstöðvar, gömul bæjarstæði, varðaðarleiðir, huldufólksstaðir og líka yngri minjar á borð við herminjar sem er oft mjög áhugaverðir. Þessar upplýsingar, okkur hefur svo lengi þótt svo miður hvað þessar upplýsingar komast oft svona lítið á framfæri og einn tilraun til að bæta úr því fyrir nokkrum árum síðan var þessi bók sem ég gaf út í samstarfi við nokkra aðra sérfræðinga sem heitir Mannvist og bara tilraun til að allavega lyfta svona einhverja þessu upp á yfirborðið til að sýna fólki hvað er þarna úti. Og það er sem sagt þannig að í þessari vinnu þá finnast mjög oft minjar sem var ekki vitað áður. Og bara mörg dæmi slíkt á síðustu árum. Ég get nefnt dæmi rústir Víkingallarskála í Ólafsdal sem hefur síðan sem er verið að grafa upp þessi misserinn. Mörg óþekkt garðlög og bæjarstæði á Rangavöllum og rústir margra Víkingallarskála í Saltvík, skammt frá Húsavík, sem er alveg stórkostlegur minnisstaður. Í skýrslum af þessu tagi eru oft gerðar tillögur minjar sem henta vel til kynningar. Þannig að það er oft hægt að nálgast lista aftast í svona dórendum. Og þannig að aðalatriðið í þessu er að í mörgum sveitarfélögum er til frábær grunnur,
bæði heimildavinna á vettvangsrannsóknum sem eru aðalega gerðar í þágu minjavörslunar en sem hægt að byggja svo miklu meira á, bæði frekari rannsóknir og kynningu á stöðum. En 200.000 staðir, hvar eigum við að byrja? Hvað á að gera við alla þessa staði sem að fæstir hafa nokkur sérstakt tákrænt gildi eða slíkt? Þetta oft bara venjulegi staði sem að eru til vitnis daglegt líf fólks á ýmsum öldum. Það eru nokkur verkefni sem að Fornleifastofnun hefur tekið þátt í að vinna sem að miða því að gera minjastaði aðgengilega eða hafa þá sem einhvers konar útgangspunkt og ég ætla bara að segja eitthvað á þeim í örstuttu máli. Þetta verkefni sem að Orkuveitan stóð fyrir allmörgum árum, það sennilega rúmlega 20 ár síðan að Orkuveitan ákveða að svona opna sitt svæði sem auðvitað landslag sem hefur breyst gríðarlega mikið vegna virkjana og þeir komu þarna fram í hugmyndir að gönguleiðum og gerðu þetta gönguleiðakort og stórt atriði þarna átti frá upphafi að vera minjastaðir og við sjáum það sem þarna í hvíta kassanum listi yfir söguminjar í námunda við gönguleiðir. Og þetta voru valdir staðir sem þá þegar voru til upplýsingar úr skráningunni og samdir þá texta og sett upp skilti og þó þetta sé orðið allangt síðan og þetta auðvitað býsna fornfálegt kannski dagsumt þessu og skiltin orðin mosavaxin og dálítið lélega þá hefur þrátt fyrir allt þessu gönguleiðum verið haldið við og það hefur verið mikið notaðar og þannig að þetta hefur náð til býsna margra. Og þarna upp í Hengli og Helliseyri auðvitað það svona fjölbreytt og áhugavert landslag sem hentar í rauninni dálítið vel í svona verkefni. Það mjög mikið að minjum samgöngur, gamlar götur, vörður, sæluhús og líka dæmi reyndar sögustæði sem hafa verið kynntir sem tengjast Kjalnesingasögu. Annað verkefni sem ég ætla að segja frá var lítið þróunarverkefni sem að Kristborg Þórsdóttir, kollegi minn á Fornleifastofnun, vann árið 2013 og það hét sem sagt ferðamenn og fornleifar við Þjóðveg 1 í Rangárþingi ytra og var unnið fyrir lítinn styrk frá Samfélagssjóði Landsbankans. Og þarna var semst gengið út frá því að fornleifar væru vannýtt auðlind og sömuleiðis að það gætu haft praktískt gildi við að svona dreifa ferðamönnum aðeins og þarna var aðalega stigið skrefið þá átt að finna einfalda aðferð til að draga fram minjar út frá ákveðnum forsendum sem þá í þessu tilviki bara nálægð við þjóðveginn. Og út frá þessari greiningu voru valdir 20 minjastaðir sem gátu henta til frekari kynningar. Þið sjáum að kortun er það sem merkt með rauðu eru fornleifar sem eru vel að sjást, þar að segja minjastaðir sem eru sýnilegar og sólrænir, hittir þá minjar sem eru ekki sýnilegar. Og þarna voru valdar mjög fjölbreyttar minjar til kynningar og sérstaklega reynt á svona stílinn á eitthvað sem væri einkennandi fyrir svæðið. Það voru til dæmis nokkrir manngerðir hellar þarna í hópnum og gömul bæjarstæði og fleira. Það gerðist ekki mjög mikið í framhaldi af þessu verkefni annað en það að svona í óbeinu framhaldi var gerð lítil gönguleið í appi sem heitir Vappið og hefur verið vinsælt síðustu árin. Og það sem sagt lýst göngu milli minjastaða af ýmsum tagi á korti og þetta eru staðir sem eru inni í þéttbýlinu á Hellu sem eru sem sagt kynntir í þeirri gönguleið. Þriðja verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá er kort sem við létum gera af Flatey á Breiðafirði og þetta kort var unnið í samstarfi Fornleifastofnunar og grafíska hönnuða. Við unnum þetta með Herði Lárusinni á Kólafón og Sól Hrafnsdóttir heiti teiknari sem teiknaði grunninn á kortinu og þarna verið að byggja á fornleifaskráningu sem var gerð þarna árið 2015 og var raunverulega gerð í rannsóknarskyni sem sagt það partur af svona langtíma rannsóknum á eyjum í Breiðafirði og okkur fannst Flatey verðskulda eitthvað flott, það vantaði einhvern leiðavísi fyrir ferðamenn á staðnum og þið sjáu að það sem er rautt á kortinu, það eru minjar. Þarna er raunverulega búið að varpa bara gögnum úr gís inn á þetta kort þeirra Harðar og Sólar. Og það er langt í frá þannig að þetta séu alla minjar sem hafa verið skráðar, heldur var valið þarna sérstaklega
þar sem að okkur þótti henta til kynningar. Settum valin örnefni líka sem að draga fram söguna, jafnhliða minjunum. Og við reyndum að velja þarna staði sem væru sýnilegir og áhugaverðir, en okkur langaði líka til að draga svolítið fram hérna margbrotnu fortíð eyjarinnar og opna svolítið nýja sýn á Flatey, sem er eiginlega fólgin í því að þorpið eins og við þekkjum það og er alltaf einhvern veginn sýnt sem aðalmálið í Flatey, það er tiltölulega ungt, en eldri bæjarstæðin eru flest annarkvort sunnan til á eynni eða upp á henni miðri og þar hafa verið gerðar fornleifarannsóknir sem okkur langaði til að segja frá. Og það eru sem sagt á bakhlið kortsins sem var aðalega hugsað sem svona prentgripur, þetta kort er í rauninni ekki hannað fyrir vefinn, þið heyrið hvað við erum á hérna allt annarri línu. Þarna sem sagt eru setti knappitextar staðina og þar eru líka praktískar upplýsingar verðursvæðisins og verkefnið og fjármögnun og svo framvegis. Og þetta var sem styrkt af Breiðafjarðarnefnd og Reykhólahreppi og var að okkur fannst skemmtileg tilraun til að reyna að koma minjastöðum á framfæri. Nú þessi 3 verkefni, ég ætla að zooma hérna aðeins svo þið sjáu betur dæmið texta. Þessi 3 verkefni sem ég sett frá hérna, þau byggja alla hugmyndinni gönguleiðir og eru í rauninni unnin kannski aðal út frá þeirri forsendu að fornleifafræðinga hefur langað oft svo mikið til að koma svona þessum upplýsingum meira á framfæri. En hvað er þetta að gera í framhaldinu og hvaða möguleikar liggja í kynningu minjastaða? Þeir náttúrulega eru ótrúlega miklir. Ég þarf ekki að segja það eftir allt sem hefur komið fram hérna í dag. En ég held að það sé mjög gott að hugsa aðeins út í það hvaða sögur við viljum segja og hvernig við nýtum efniviðinn. Ég held til dæmis að það felist mjög miklir möguleikar í því að hugsa heildrænt svæði og þau gæði eða innviði sem þau búið við nú þegar. Það komið nokkuð dæmið þetta hérna nú þegar og ef við hugsaum bara Reykjanesið og Geldingadali og hvernig verður hægt að prjóna upplýsingar minjar og menningarlandslag saman við það, að þá eru þetta frábært að hugsa bara samspil eldvirkni og búsetu og hugsa minjar sem eru til vitnis þetta úti á Reykjanesi. Þar eru til dæmis rústir bæja sem hafa farið undir hraun að hlutið öllu leyti. Þar eru líka hraun sem fólk hefur nýtt sér, þar sem hraunið hefur áhrif á það hvernig fólk hefur búið sig í landslæginu, hvar menn hafa hlaðið aðföld og garða og þurrka fisk til dæmis, svo fólk hefur það rutt vegi í gegnum hraun á ýmsum tímum og mörg flott dæmi til það. Já, ég var hérna með eina mynd af Ólafsdal, það er staður sem ég bind mikla vonum við, þetta er svona staður sem ég hef verið með annað fótinn síðast árin þrátt fyrir að hafa ekki mikið verið í fornleifafræðinni og þarna fundust rústir af víkingaldarskála innst í dalnum og það er mikil uppbygging í gangi og komnir peningar meðal annars og framkvæmdasjóður ferðamannastaða til að setja upp stígakerfi og minjavernd sem að stendur að þessar uppbyggingu hefur stutt dyggilega við bakið á fornleifarannsóknum á svæðinu. Minjar, ef við hugsaum svona hvaða sögur við viljum segja út frá minjunum, við þurfum ekki alltaf að vera föst í því að tala hérna, búskapinn í gamla daga. Minjar geta til dæmis kennt manni eitt og annað breytingar á umhverfinu sem eru mikið í umræðinni í dag. Kolagrafar á örfokalandi eru til vitnis áhrif mannsins á gróðurfall til dæmis. Hálfbrotnar rústir verbúða á þverrnýtum sjávarbakkam og tengja við breytingar á loftslagi. Virkjanir gætu verið frábæri staði til að segja sögur. Þetta er dæmi frá Kolviðarhóli upp á Hellisheiði, gamall heimagrafreitur sem er þarna alveg við hliðina á virkjanabyggingunum. Og á svona stöðum er auðvitað hægt að segja alls konar sögur sem eru líka sem að segja í alls konar tilgangi. Þetta er auðvitað mjög umdeildur staður og þannig mætti nota minjar til að vekja upp spurningar og til að segja svona kannski dálítið öðruvísi sögur og sem eiga, fullt erindi við samtímann. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Birna. Það eru einhverju spurningar til Birnu? Þessar rannsóknir, það er aðgengilegar á netinu? Spurt hvort að rannsóknir sé aðgengilegar á netinu? Já, mjög mikið af fornleifarannsóknum er aðgengilegt á netinu. Til dæmis á vef Minjastofnunar, þar er svona kortasjá og þar er yfirlit yfir
að minnsta kosti mikið af þeim fornleifarannsóknum sem hafa verið gerðar. Sum sveitarfélög hafa farið þá leið á síðustu árum að taka niðurstöðurnar á þessari fornleifaskráningu og varpa hnýtunum inn á sínar eigin kortasjár sem eru vistaðar inn á vef loftmynda. Þannig að það er þetta nálgast í sumum tilvikum. En skýrslur, og skýrslur er allflestar hægt að nálgast á netinu hjá flestum aðeins. Það eru þetta margir aðilar sem að sinna fornleifarannsóknum, en í allflestum tilvikum eru þar aðgengilegar. En þú þarf kannski svolítið að vita að hverju þú ert að leita, þannig að þetta er ekki alveg auðvelt, alltaf. Mínu spurningu, ég var að velta fyrir mér að ég held að menningarferðamenn eru margir orðnir þreyttir á svona stöðugu stafrænu áreiti og sjónrænu áreiti og fara þess vegna kannski að koma kannski þess vegna til Íslands sem svona náttúrueyja. En ég er að spá í aðeins, var þetta sem þið voru að hugsa að fólk myndi ekki týnast í símanum þegar það væri á staðnum eða ástæðan fyrir því að þeir eru ekki nokkur á tækni eða þeir eru bara með umbreynd og fólk á að landa um. Já, við hugsaðum þetta alltaf með flati og hugmyndi var þetta svolítið svona, við vorum svolítið að hugsa eitthvað sem væri svolítið eins og fjársjóðskort. Það var svona einn pælingin. En svo kemur á móti maður þetta að reyna að vera umhverfisvænn og ekki viljum við sjá kort fjúka allt út í flati. Þannig að, jú, þessi hugmynd hefur vissulega komið upp og ég held að minjastaðir með svona lítilli yfirbyggingu, til dæmis þú getur notað minjastaðir til að búa til ótrúlega fallegar gönguleiðir þar sem að þú þarft ekki að gera mjög mikið og það þarf heldur ekki alltaf að mata ferðamanninn á öllum upplýsingum. Þannig ég heldur að svoleiðis tilraunir væri mjög skemmtilegar og áhugaverðar að gera staði með lítilli yfirbyggingu, en svo á móti kemur svo líka þetta frábært að hafa staði sem eru hinsegin, sem eru þannig að þú getur bara... Ég veit að þú veist að spurningin sem að stafræna þróun mjög auðvitað mikilvæg og allt það, en það er svolítið hægt að ég gleymi sér alveg í henni, hafa fleiri skilfæri undir. Já, ég er alveg sammála því og ég segi það ekki bara því að ég er svona sjálfur ekki með framanlega í tæknilega geranum, þannig að það er nú líka einn af ástæðunum fyrir því að við höfum ekki kannski farið þá leið að við erum ekki mjög svona tæknilega þenkjandi, við sem höfum verið mest í að pæla í þessum hlutum og mættum sannlega bæta okkur þar, en engu að síður þá er ég alveg sammála að ég held að þetta sé mjög góð hugsun. Það er ekki bara að gera bæði. Ekki svona? Jú. Ein spurning með bátt. Þegar þið eru svona á vettfangi, hefur verið svona aðgengi að það sem að uppbrundur eitthvað er í gangi að fólk geti komið svona og heimsótt og verið eitthvað prógramming eða svona eitthvað nótum prógram að hvernig þessi komið og hvað sem svona viljast til þess að stundum nýsmann að maður svona sjá einhvers staðar verið að byrja á einhverjum og svo bara breytst ekkert. Eða svona, fyrir einhvern tíma kannski að uppbröndun og þetta sé svona svolítið lifandi og svona. Akkurat. Ég held að flestir sem hafa verið með uppgrefti svona sem hafa varað meira en kannski 1 eða 2 vikur hafi reynt að vera með einhvers konar opinn dag eða eitthvað slíkt þar sem að fólki býðst að koma og kíkja í heimsókn. Og það hefur til dæmis verið gert í Ólafsdal og fleiri stöðum sem ég þekki til. Það hefur verið alveg ótrúlega vinsælt, satt að segja. Og mætti gera meira því. Það er svo sem ein af hugmyndunum þar er svo að þegar sá staður verður komin í fulla rekstur, að þá verði það svona part af því sem er í gangi þar. Það séu stöðugar rannsóknir í gangi í dalnum, meðal annars til þess að fólk getur komið og kynnt sér það sem er í gangi. Þannig að það er pæling, Það eru náttúrulega flesta fornleifarannsóknir á Íslandi því miður gerðar á svo litlum skala og fyrir svo lítið fé að það er oft varaði stutturöfur og eru frekar litlar umleikis, svo má segja. Já, ekki bara að segja það gott þá. Ég langar bara að þakka öllum fyrirlesurum kærlega fyrir mjög góð erindi og ykkur kæru gestir fyrir komuna. Að þið hafi haft gagn og gaman af og líka bara öllum sem voru að fylgjast með í streymi. Þakka þér sömuleiðis og bara, njótið dagsins og helgarinnar og vonum að veðrið gangi fljótt yfir.